Við göngum sína þennan yndislega föstudaginn. Síðast er heyrði þetta lag spilað, þá vorum við á leiðin á svið á þjóðhátíð. Kannski ekki alveg sami gýrin á okkur núna, en við erum í stuði, kæru hlustundur. Auðun Blöndal heiti ég og beint á móti mér sitja tveir kumpanar sem sitja oftast í þessum sætum. Annar heiti Steindi Junior, verður velkominn. Já, takk fyrir það. Hvernig ertu? Ég er rosalega góður í dag. Ég ætla nú ekki að ljúga ykkur, en ég er með í bakinu líka. Já, þú ert með þursabitt, ég vissi þetta kæmi. Ég er með þursabitt. Ekki farið fram hjá neinum hérna neyri vinnu. Og ég öfunda alla sem eru ekki með þursabitt í dag. Já. Það er endur oft þannig, ef maður snýr upp á öklan á sér eða meiðis eða lendir í einhverju slisi, þá er maður ofta að minna sjálfan sig á bara, hvað ég ætla að muna þegar ég er orðinn alveg heill, hvað ég hef það gott. Já. Þannig að allir núna sem er að hlusta, hugsið bara hvað hafið það gott. Þeir eru ekki búin að snúa okkur öklan, þeir eru ekki fótbrotin, þeir eru ekki handleggsbrotin. Já. Það er bara allt í gúti. Já, en þeir sem eru með þursabitt í dag, ég skil þá mjög vel og það er bara, þetta er rosalega vont, þetta hefur áhrif á allt. Ég er að reyna að tefja klósettferðir og Þú ert líka síðasti maðurinn sem ég nefndi að myndi fá þursabitt, því að þú vælir endalaust og þú ert einhvern veginn að láta alla vita og sett með þursabitt. Það er bara svo að fólk fatt ekki og haldi ekki og sett búin að skýta á þau. Nei, ég get nánast ekki treyft mig. Ég þarf að snúa allir líkamann til að horfa til hliðar og svo leys. Já, það var bara að reyma skóna í gær og allt í einu bara farinn small eitthvað í bakinu á mér. Og já, ég er eins og spýtukall í dag og þarf að tefja klósettferðir og fá hjálp til að fara í sokka, sko. Já, Egill, hvernig þú hins vegar? Þetta er náttúrulega bara skemmt. Ég er bara aldrei betri. Það er gott að heyra. Annar er á par allavega. Þetta er línan sem maður er vanur að heyra. Hinn er ekki fyllandi góður og róandi fyrir. Ég var til trippulbúki. Sko, Steindi, það sem er alltaf ástæðan fyrir ég er ekki með þursabitt núna og þú ert með þursabitt. Það er mjög einfalt. Já, þú ert búin að vera að segja það í allan. Ég stundar líkamsrækt og ég borða hollan mat og ég er ekki með risastóra belg sem þú ert með framannaður sem tógar þið alltaf fram. Hann tógar þið fram. Nú spyr ég bara, I want a doctor's opinion. Nú ert þú náttúrulega búin að vera í læknisfræði, þú var ekki klárað hana. Er þetta út af vömbinni sem að 100%. Mér að sagt þetta væri út af bara of þykkur veski. Nei, hann er með undeveloped bakvöðva. Það er ólíklegt. Sem er verra. Líka að stúlkur segja sjálfur. Það var líka ólíklegt. Ég hef búin að heyra því að ég veist og þykkt veski. Hvað ertu bara að segja? Ég mátti segja þetta því að þetta er svo langt að vera sagt. Það er nóg til hann. En strákar, sko. Þú ert ekki búin að styrkja bakið alla æfi. Út með veika bakvöða, með risabömbu, síðan tegir út í fjárstengunni, búm, bakið farið. Þetta er ekki flókið. Nei, þetta er voða mikill skellur, sko. Já. Hvað varst að gera? Hvað varst að tegja þetta í fjárstengunni? Ég var að reyma skóna. Já, reyma skóna. Það er nokkuð það. Reyma skóna að tegja þetta í fjárstengunni. En á meðan í mann, þá ætla ég að þakka öllum fyrir sem að hlýta á okkur á föstudaginn og þjóðhátíð. Þetta er eins og ég kom inn á, þetta er skemmtilegast í gig ævið minnar. Já, þetta er ég hefði helst vilja bara taka alla sem voru í dalnum þegar voru búin að spila og faðma þá. Já, taka með henn heim. Já, við eigum bestu aðdáendur á Íslandi. Það er staðfest. Það held ég. Og ógæðslega gaman og bara líka skemmtileg þjóðhátíð, frábær. Akkurat. Þetta er alltaf stemming. Við vorum bara komin á Trúnó í brekkunni, Steindi, og allir feskir. Já. Þið tveir. Já, við höfum ekki farið á Trúnó lengi. Ég ætla bara að opna með við hlustendur. Við felum ekkert. Við tókum Trúnó og lögðarskvöldur. Sáttu þarna tveir upp í brekku. Já, tókum bara gott Trúnó. Ég farin að detta svona oftar og oftar á Trúnó. Ég hef verið í teknísaldurinn á saman tíma. Á Trúnó? 100%. Þú hefur verið í brekkusleik með konunni og var með þið bara svo hundarn í brekkunni. Og það væli í ykkur en DJ inn í teknotelti á Bullandi Trúnó. Jöfnveld gaman í teknísaldurinn. En ég er samt sammálaður. Það er skemmtilega að fara á Trúnó þegar maður verður eldri. Já, ég var ekki búin að fara á Trúnó lengi. Nei, það er rosa gott að fara á Trúnó. Gott Trúnó er vanlega, maður þarf ekkert að skamma sín fyrir það. Nei, hrein sandurslöti, léttir að sassi. Já, bara segja manni þykir vænt hinn og þennan. Ég er nú svona eiginlega alltaf á Trúnó, bara hérna líka. Milli 4 og 6. Já, þú ert með rosalega tilkynningaskipt. Það eru Steindi að þetta er vænt mann í brekkunni eða? Já, ég held ég að sagðist elskan. Já, það hlýtur það. Hann reyndi að byrja það. Ég er lokaður. Blöð er svo lokað, maður þarf alltaf að starta honum í gang, sko. Sagði þú fyrst, ég elskaði Blöð. Ég veit ekki, ég elska ykkur strákar. Hvað er að ykkur? Ég þarf ekkert að vera búin að hamra í mig í nokkra daga. Maður fyrir ekki á Trúnó edrú. Þó þú að musta Trúnó á lögati, þá er ekki að fara að taka það hér aftur. Við erum búin að vera hérna í loftinu núna í svona 3 mínútur. Það er búin að kalla mig fiturlung. Ég er búin að segja hlustendum að ég sem er þursabitt. Búin að segja elska ykkur. Ég er svolítið svona, sko. En það er glampandi sól úti. Já, og fólk er búið að jafna sig á Verslunarhelginni. Kostina var á Þjóðhátíð og Akureyri sem var flott hátíð líka. Og þið vitið og inn í púkinni fyrir þetta annar, geggjaður. Hann var, já, einmitt, ég heyrði að hann var rosalega flottur og það hefur verið búið að taka núna fyrir utan húrra og gaukinn og svoleiðis.
Ég sá það ekki sjálfur, það búið að sko hafa verið búið að þökuleikja með alvöru grassi, það æðislegt. Þannig að nú ættu allir að vera óttegóðir, það glampandi sól, það föstudagur og FM 95 Blu, þau eru farin í gang. Algjörlega, ég funkar mjög mikið eftir veðri, ef það sól þá ég góður. Já, þannig að við erum góðir, vonandi þið góð, kæru hlustendur. En hvað ætlar að bjóða hlustendum upp á? Bara veislu, við erum með frábæran þáttur með nýjan dagskrárlið í dag sem heitir Peppaði fellan. Við ætlum að fara í drepa, sofa, giftast, sturla staðreyndir alltaf á sínum stað. Þú sagðist vera með íslenskt slúður. Já, það er brakandi fest í dag. Já, þú ætlar að gefa í pásu svo sagðir að vera svo mikið að gera. Já, það er mikið að gera. Það er náttúrulega þjóðatíðir ný liðin og það er geiprætt helgina. Það var til dæmis að opna Dunkin Donuts og það var röð þarna í sólarhring og það er margt búið að gerast og mikið búið að berast inn á borð til mín. Og okkur er verið að dæma fólk fyrir að hangi röð og Dunkin Donuts og upp á fríðum kleinurhring. Ekki dæma. Nei, það ringdi allavega einn tölvupóstum á mig og við þurfum allavega eitthvað að fara yfir það. Íslendingar orðin svo dómarðir. Já, og geðvikir. Það er bara einhver hendi sér í röð og Dunkin Donuts og hann er aumingi. Í sólarhring til að fá ársbyrðir af kleinurringjum Við getum ekki afsakað mikið samt. Við dæmum ekki en við peppum það ekki. Það er eitthvað skrítið við það. Jóa Fjell, réttu 100 kall og klöftuði kleinurring. Já, er fólk búið að gleyma því að þú fær bara geggja kleinurring í bakarameistaranum? Og af hverju viltu líka borða 6 kleinurring á dag? Er það ekki eitthvað skrítið? Hver gerir það? Ekki einu sinni ég. Nei, ekki einu sinni ég. Bara ég menn ég en dagskóla í dag. Já, það hérna stendur, þetta er það sem ég ætla að vera að spyrja á því. Þú skrifa svo illa og það er svo óþólandi þegar þú krotar á handritið mitt. Hér stendur King of the Gays. Hvað er það? Hvað er King of the Gays? Út af því að það er Gay Pride helgina. Já, reynda, geiprætt og það er svaða helgjart þetta í gang. Já, svaðalega helgjart þetta í gang. Ætla ekki að mæta í gönguna? Jó. Já, kikið maður ekki. Að sjálfsög. En hvað er King of the Gays? Hvað kjafta er þetta? Síðasta fyrstu var ég með, þú veist, þjóðatíðarkóngin. Nú ætla ég bara aðtöða hver er meira gay? Æ, þetta verður eitthvað vond. Af ykkur tveim. Þetta verður eitthvað vond. Og Steindi, þú verður að rífa það í gang þegar þið var að pakka saman í síðustu keppni? Já, samt ekki sko. Ég held nefnilega að ég hef unnið. Það hafi verið svolítið, við fórum yfir þetta á hraðferð. Nei, bara rúllaður upp. En eins og það heyrið, við erum í stuði. Það eru góðu þáttu framöndan og ekki verra að kickstarta á þessu lagi. Þetta finnst mér ennþá flottasta lagið á Íslandi í dag. Og það eru okkur nokkrið sem að fundi fyrir þessu í brekkunni. Fundi ekki fyrir andlitin á sig. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. Þeir hlustu á FM 95 Blu, hér á FM 957, það er Steindi June, Egill Gils og Auðun Blöndal með ykkur á þessum glæsilega föstudagsstrákar. Það er 7. ágúst, þetta er helgin eftir þjóðatíð. Voru litlir í ykkur eftir helgina? Já, ég var með koktelflensu. Já. Ég lá fyrir. Ég líka sko, röddin á mér er rétt að koma núna, en það var ekki út af drikkjum, maður var náttúrulega að syngja alla átíðina. Við hvítutjöldunum og... Þú varst bara að syngja þetta allan tíma. Þú varst bara basically gangandi skemmtiatriði. Það var mjög gaman. Fólk var að kalla í þig. Make me a bicycle clown. Segja það nú kannski ekki alveg, en það var mikið sungi. Já. Og mikið gaman. Það var æðislegt, en það er sól úti og ég hef alveg trú á því að það sé komin svona að sé að vera að hleypa fólki í hollum inn í ríkið. Heldur það? Já, mér finnst það ég er svona gaman að vita til þess að fólk sem er kalda beverage. En það er komið tími á slúður hér í FM 95 Blu og ég ætla að byrja á slúðuri sem að gladdi mitt hjarta. Ég hef alltaf verið í Team Aniston, Team Jennifer. Sérstaklega eftir að Angelina Jolie stal Brad Pitt og allt það. Ég ætla að segja setningu sem ekki margir segja hana en hún er góður grínleikari. Jennifer Aniston, bara frábær leikona og algjör töffari og hún var að gifta sig. Hún var að giftast honum Justin Theroux og þetta eins og ég segi, þetta gladdi mig langt síðan að Brad Pitt og Angelina Jolie giftu sig og maður hefur alltaf fundist hún eins og Jennifer þyrfti eitthvað en hún er svona að leita, ég held að hana langi til að vera gift og eignast börn og svona. Hver er þessi maður? Justin Theroux, þetta er einhver spaði sko, ég þekki hann ekki alveg nóg vel. Nei. Hann er sexy, hann er mjög sexy. Já, þetta er töffari sko. Þygt, en með sjökan er svart hár. Já, hann er með mjög dökkt hár, já. Já, það er ekkert endilega það sem gerir hann að töffara. Hann er með svona dökkt hár, svona fyrir hlustendur sem veit ekki hvernig hann lítur. Ég sé svona dökkt hár. Herra kliftur og það tengist skeggrótinu sem er jafn dökk. Vá, sér þessa mynd á. Það er alltaf svona klassískt. Þegar hann liggur inn þröngu gallabuxum, hlýraból. Má ég halda áfram með þetta? Það er bara alveg gæi sem hún er komið með. Já, bara toppmaður og hún var líka allt topp. Hérna er hann að bera ofan og reiður. Þetta er greinilega einhver leikari, það er bara þannig. En það voru aðeins 70 gestir
í giftingunni. Þetta sjá þessu hér, eða? Þegiðu. Nú hætti að skoða myndir á hann er honum. með sólgleru. Ég veit að Þú þarft heldur ekki að sýna mér þetta allt sko. Nei, Ég er búin að sjá hann til hliðina á mér. Nei, ég veit hvað það lítur út. Ég sé alveg, hann er feskur sko. Ég hef engan áhuga að sjá mynd eftir mynd sko. Þessi gæi er í ruglinu. Já, frábært. Við þurfum að kynna þessum aðeins betur. Og ég var með sér svona Justin Theroux's hotnir. En alveg, helst ekki. Nei, hérna, ok, nennu að bara horfa eitthvað annað í. Ekki að skoða myndir á hann. Ekki að loka tölunni bara. Hann var að segja það, þau voru að gifta sig og þá var hann 70 gestir viðstættir giftinguna og þetta var bara á heimilegra hérna í Kaliforníu. En svo eru þau núna farin til Bora Bora og hérna eru þar í brúðkaupsferð og þar eru Jason Bratt og Courtney Cox og fleiri snillingar. Þannig að það er mikið stuðaðum og ég er mjög ánægður. Þetta gleður mitt hjarta eins og ég sagði að Jennifer Aniston sé að skemmtilega sér. Þetta er alveg leikari líka. Það er bara hann leikið American Psycho. Leikari American Psycho? Það er nú verið eitthvað mikið. Og Miami Vice. Það var Detective Larry Zero þar. Ok, frábært. Wow. Akkurat. Svo er það Nick Cannon sem er eiginmaður Mario Carey ennþá. Því að hann er vist eitthvað að draga skilnaðin og pressan ellendis vil meina að það sé að því að skilnaðinu fær svo mikla athygli og Nick Cannon hati vist ekkit athygli. En hann er einmitt kynnir í America's Got Talent og er leikari og skemmtikraftur. Þannig að þau eru ennþá gift og Mariah Carey við stórin eitthvað þreytt á því að hann skulle ekki skrifa undir skilnaðarpapirina þar sem hann fær líka $20 milljónir fyrir skilnaðin. Það er ágætis summa, líka nóg til hjá Mariah sko. Nóg kastar. Já, ég svei mig þá. Það er hún er satt með allt niður úr sig í dag. Ég myndi alveg gifta mig fyrir $20 milljónir sko. Hún er ekki með eitt skemmtilegt lag núna. Mariah? Ekki eitt. Jó, hún er náttúrulega bara svo góð söngkona. Það er ekki, þú veist, hún á svo mörg lög og hún er bara komin á þann aldur og hún á bara verið Vegas með síningu. Ég datta hans út, hver er að tala? Mariah Carey? Já. Ég held nú ekki mikið með henni. Ég hef alltaf verið alveg tím Mariah. Það? Ég datt þú í tím Mariah? Nei. Ég hef aldrei verið eitthvað mikill aðdáandi. Hvort voru þið tím Whitney Houston eða tím Mariah Carey? Ég er alltaf í tím Whitney Houston. Ég veit ekki eins og bara, ég kann ekki eins og eitt lag með henni sko. Hero. Bodyguard er besta menn sem gerði þau. With the strength to kill. Jesus, það er enda röddinni farin. Annars hefði ég gert þetta mjög betur. Svo er það síðasta slúðrið og það er Chris Brown. En hann var vist að kaupa sér 500 hestafla supercar eins og stendur hérna. Já. Og bíllinn var ekki frýr. Hann átt að kosta $165,000 sem eru eitthvað 20 milljónir rúmar. En til að fá hann viku fyrr borgaði hann auka $35,000 og sagðist það alveg saman. Þannig að það voru einhverjar auka 6-7 milljónir. Ég hef aldrei skilið menn með bíladellu sko. Nei, líka getur ekki beðið í viku, hann á nóga flottum bílum sko. Fyrir mér er þetta bara eitthvað drasl sem fer mamman frá stað að Já, náttúrulega bílinn þinn er drasl, Steindi. Já, en þú veist, þetta er bara Það er ekkert allir bílar drasl. Nei, ég hoppa bara í hann, keyri ykkur til 10 mínútur og fer svo bara úr honum. Þú átt ógeðslegasta bíl á landinu. Já, það má vel vera. En þá er ég ekki að tala um að sjálfur bílinn sé eitthvað slæmur. Bara það er ógeðslegt inn í honum. Já, sko þetta er svolítið særanduðun. Nei, þetta er bara truth hurts. Ef hann sækir mig um á skemmt og ég er í jakkafutum, þá tek ég póka með mig. Það er svolítið. Til að setja í sætið og ég er ekki ljús. Ímyndu ykkur strákar. Ímyndu ykkur bara það að þú veist, það er svo leðilegt. Ímyndu að kemur til mín og sækir mig á okkur geggjum bíl, nýbúin að kaupa hann allt í ordinu, voða flottur og svona. Og það má ekki gera neitt í honum. Maður má valla tala í honum. Í mínum bíl. Í hvað bíl má ekki tala? Ef ég myndi sækja þig núna, þú mættir alveg komin í bíli með eina rally og einn nonnabát og mætti vera bara svona. Það ætti að vera með pissa í bílinu. Já, sko, það má ekki pissa í honum. En ef þú myndi missa, ef þú myndi leka úr þér, þá myndi ég myndi ekki öskra, ég myndi segja, skellur. Svo myndi ég bara það myndi leka úr blöð, myndi ekki pyrraði neitt það myndi ekki pyrra mig mikið sko. En svo líka það er 2015, hver reykir en þú í bílunum sem stendi? Ég meina, hver mýgur í sig í bílnum? Það er engin í því. Þú varst að tala um að þú myndi mýgið í bíl. Nei, ég var að segja að mætti þínu bíl. Já. Það myndi ekki finna lyktina hvort þið. Þetta var slúður. Hann er náttúrulega ekki svona. Herru, ég er alltaf með brakatiferslúður. Alltaf að hoppa yfir mig alltaf hérna. Já, ég var til að þú myndi bara setja á Facebooki. Herru, ég er nýbúin. 957 og Brooklyn Bar og Bistro bjóða í alvöru hambúrgaraveislu næsta fimmtudag. Farðu inn á heimasíðu FM 957 og skráðu þig þar sem getur átt möguleika á að vinna þér hádegisverð á Brooklyn Bar fyrir alltaf 8 manns. Alla miðvikudaga mun Pétur Valmundar hringja í heppinn hlustanda og bjóða í alvöru hádegisverðaveislu. FM 957 í samstarfi við Brooklyn Bar, Austurstræti 3. Ágústtilboðin í 10.11 eru ekki í sumarfríi. Snickers Classic á 99 krónur. Appelsín hálfu líter á 179 krónur. Nutramino Iced Tea hálfu líter á 299 krónur. Og Nóa Lakrís 150 gramma póka. Borga fyrir 2 en fær 3. 10.11, fljótlegt og þægilegt.
með Hreyfils-appinu. Sæktu appið á App Store eða Google Play og þú ræður ferðinni. Hreyfill, bæjarleiðir. Frá leikstjóra Training Day og The Equalizer, Southpaw, Jake Gyllenhaal, Forrest Whitaker, 50 Cent og Rachel McAdams. Frumsýnd 12. ágúst. Pepsi Max, Doritos og PlayStation kynna Ray Shremmerd á Íslandi. Stórtónleikar í höllinni 27. ágúst ásamt her snillinga. Ray Shremmerd á Íslandi. Miðasala hafin á miði.is. Sena. Fáðu fartöluna senda frítt hvert á land sem á skóladöfum í Elko. Kíktu á vefverslun Elko og gerðu góð kaup. Elko, einfaldlega lægra verð. Fyrir 320 kall og með smá heppni geturðu keyptir óðalsetur í Suður Frakklandi í toppstandi og stutt í alla þjónustu. Eurojackpot, föstudagur til 4. Ágústtilboðin í 10.11 eru ekki í sumarfríi. Snickers Classic á 99 krónur. Appelsín hálfu líter á 179 krónur. Nutramino Iced Tea hálfu líter á 299 krónur. Og Nóa Lakrís 150 gramma póka. Borga fyrir 2 en fær 3. 10.11, fljótlegt og þægilegt. Vítas, 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 Vítas. Já, verðlaunaðu með Vítas. Vítas. Pantaðu bíl með Hreyfils-appinu. Sæktu appið á App Store eða Google Play og þú ræður ferðinni. Hreyfill, bæjarleiðir. Frá leikstjóra Training Day og The Equalizer, Southpaw, Jake Gyllenhaal, Forrest Whitaker, 50 Cent og Rachel McAdams. Frumsýnd 12. ágúst. Pepsi Max, Doritos og PlayStation kynna Ray Shremmerd á Íslandi. Stórtónleikar í höllinni 27. ágúst ásamt her snillinga. Ray Shremmerd á Íslandi. Miðasala hafin á miði.is. Sena. Fáðu fartöluna senda frítt hvert á land sem á skóladöfum í Elko. Kíktu á vefverslun Elko og gerðu góð kaup. Elko, einfaldlega lægra verð. Fyrir 320 kall og með smá heppni geturðu keyptir óðalsetur í Suður Frakklandi í toppstandi og stutt í alla þjónustu. Eurojackpot, föstudagur til 4. Ég hef alltaf að fíla þetta lag á sínum tíma. Já, ég hef alltaf verið mikil J-Lo maður. I wanna dance I'm still Jenny from the blocks. Men það er bara slæðið menni. Já, svona eitt af því. Ok, hvað er bara J-Lo lagið? 1, 2 og BOOM. I'm still Jenny from the blocks. Uppátt J-Lo lagið mitt. Já. Það er hérna Eða þessi með Jarul. Way you talk. Nei, you smile. hún og Enrique. Já. Hvað var það? Jú, það var eitthvað. Akkur spilum við ekki bara, akkur höfum við ekki svo næstu viku, bara J-Lo þema. Við spilum bara lög með Jennifer Lopez. Já, setjum við til nefnd. Það er aldrei að vita. En það er komið tími á dagskrárliði hérna sem að við kjósum að kalla hvort mynduru frekar. Ég er nú alltaf svolítið kvíðin fyrir þessu. Já, við erum búin að parkera hérna mynduru fyrir cash. Hann er farin í frí og verður ekkert á næstunni. Já, en hvort mynduru frekar á smá eftir. Ég mun ekki sakna trailersins. Mér finnst það versta hugmynd ég hef heyrt. Að hætta með mynduru fyrir cash. Hann er bara að hugsa um trailer. Bara besti dagskrárliðurinn. Hættu bara með hann. Það þarf að sumir liðir eins og við erum það stundum að gefa dagskrárliðum hvíld og mynduru fyrir cash. Nú erum við farin að býta út. Já, en hvort myndur frekar á allavega nokkra föstudag eftir sveimi þá. Ég er nokkuð vissum að Twitter myndir lofa núna. Af hverju? Að þegar við erum hættið með myndir fyrir cash? Nei. Ég er eitthvað sem segir mér að þið verið tveirinn og félagarnir eru taggaðir inn og Twitter og það verið lesið yfir ykkur. Nei. Fólk fíla ekki svona kjafta. Ég þekki alveg þens. Þau vilja heyra myndir fyrir cash. Vilja heyra trailerinn. Opna ykkur að mynda Justin Theroux og þegiðu. Hérna. Ég með það frá með hana. Er þið tilbúinir í hvort myndir frekar? Já, við erum klárir. Það er enda lokaði ég því að það er full attention. Ok. Þetta eru 3 spurningar svo alltaf og ég spyr hvort myndir frekar gera hitt eða þetta og já, þið svarið í rauninni bara sama tíma. Ég ætla að hér kemur fyrsta hvort myndir frekar vilja röddina Sverris Bergmann eða útlitið hans Björnslins. Já, wow, þessi er rosaleg. Björnlinur, fáránlega myndalur, Sverris Bergmann, hún bara frábær söngvari. Akkurat. Þannig að hvort myndið þið taka? Þessi er rosalega erfið maður. Sko, hann er mjög myndalegur hann Björn, sko. Já, fáránlega. En byrju, ég held ég minni rödd bara ef ég tek andlitið hans eða líkamann. Get ekki bara andlitið og Já, máttu velja. Viltu halda þínu líkamann? Ég vil til að hafa bodybuilding líkamann. Ég var til að fá röddina spjössa með, sko.
Já, hann örugglega fýtsöngur líka. Hann einn af þessum sem bara Nei, meira bara með svona, hann tala svolítið svona. Það hvíslar allt, sko. Hann hvíslar allt, sko. Það er eitthvað sem við þurfum að vera að skoða. Hvísla allt sem hann segir. Ég verði til að taka heilan þátt og hvísla bara. Honum tekst líka að hvísla öllu sem hann segir án þess að vera perralegur. Hann veit ekki eftir því. Já, það er mjög erfitt. En sko, Sverrir Bergman er með mjög leiðilega talrödd, sko. Mér stundilega tala það. Hvað, akkur finnst það leiðilegt? Hann er frábær söngvari, sko. En betur komin hvernig Hann er tala. útastátt hérna á mótana. Hvað er ekki bara með góða rödd? Fílít rós. Hann er líðilega talrödd. Hvað er það drullið röddina sem? Ef við getum fengið mínu rödd, en því ég syng þá er ég sweathard. Já. Þú mátt hafa þetta eins og vilt eigið. Já, Ég er bara að spyrja hvað er lagið þetta. Hvað viltu? En við vitum alveg hvað það er að velja. Hvað? Þú vil náttúrulega útlitið að spjösa það ekki. Já, potið. En það er þetta fáralega myndalega, ég veit ekki hérna. Hvað hérna? Ok, ég vel líka sættar líkamann minn. Andlitið á byllinni. Nú tekur bjöllin frekar en heldur en svesa. Ég ætla að sko, ég er náttúrulega mjög sáttur við mig eins og ótrúlegt á hljómar. Flott strákur. Ég ætla að velja röddina svesa. Ég var alveg til að geta fara svona hátt upp. Þú veist að þú reymdir skóna en að fórst í bakinu, sko. Já, það er Ég lofa því að bjöllin er ekki því núna, sko. Nei, það er þetta ágætispunktur. Ég gæti þurft að velja bjöllin bara upp á formið, sko. Bara upp á að þetta fara að hrjá mig. Ég er móður á því að bara borða súkkulaði og fæ þursabitt og ég reyma skó. Ég ætla að velja bjöllin. Bara þetta var svolítið, þetta myndi mig svolítið á. Þetta var vanhugsað. Já, þetta var vanhugsað. Mér ertu líka með mjög sexy rödd, sko. Já. Ég myndi ekki vilja sjá þig maður rödd. Nei, sammála. Ég get líka lofa ykkur því, ef ég er með röddina sönguröddina svesa, þá var ég fluttur á landi. Ég væri búin að taka þátt í öllum talentkeppnum og sko idolkeppnum allan heim. En hvað er maður bara, akkur ekki frekar að fara í stúdíu og gera eitthvað lag og bara meika þannig? Akkur þarf að fara í þessar keppnir? Því að ég kann ekki að segja mig góð lög. Þá er það næsta, kortmyndið frekar vilja dóttir, nú eigið þið báðir gullfallegar stúlkur, ungar dætur. Og þessi er svona pínu það sem við þurfum að velja. Nú er ég að tala við pappan í ykkur. Nú ertu komin að hála ís. Nei, hvað heldur ég sem fara hendi í? Ég er bara ekki hugmyndu, það er það sem hræði mig. Og það er á svipum aldrei hjá okkur. Hvort myndið þið frekar vilja að dóttir ykkar yrði gothari á Hlemmi eða formaður Votta Jehóva? Já. Ekki að ég þekki fólki Votta Jehóva, það er topplið og ég þekki eitt gothara og hann er frábær líka. Ekki þetta að peppa þetta lið, þetta er ekki topplið, þetta er ríkalegt lið. Ángrandi fólk hérna öllum tíma sólarhings að banka upp á og algjör skellur að vera þarna, það er bara svolítið, ég ætla bara að tala hreint út. Þannig að hvort myndu til dæmis Ronja þín Steindi, ég ætla að byrja á þér. Sérðu hana meira sem gothara eða Votta Jehóva? Ég er ekki nettu gothar í henni. Nei, akkur er nettu gothar í henni. Mér finnst hún alltaf svo reið þegar ég hitt hana. Já, hún er töff krát, sko. Það er púki í henni. Já, smá púki í henni. Eru gotharar á dælunni? Ég get látið hann að hlæja hvernig sem er, sko, en hún er töff krát, sko. Hún hlæðir ekki hverju sem er. Gothararnir eru náttúrulega værum þá að Hlemmi að hrækja fólk og allt þetta, myndi þetta fylgja með? Nei, hvað eru gotharar að hrækja fólk? Þeir bara klæða sig í dökk föt og mála sér. Hvað heldur allir gotharar séu bara að Hlemmi að tuffa á lið? Já, er þetta ekki með dauða krumm hálsinn og allir bakkin? Hvað? Maður er alveg hitt hressan gothara. Nei, ekki sem þá er hann alltaf að koma inn á dæluna. Nei, það er ekki talandi við ykkur. Heldur allir gotharar séu bara að lappa með dauðan fuglum hálsinn að hrækja á lið og á dæluna? Ég finna, hefur einhvern tíma að segja bara sober gothara sem er bara verið lappandi og slaku bara. Já. Bara goth, 100% goth. Já, ég sverða það. Ég hef aldrei séð þannig gothara. Ég hef alltaf séð gothara sem er harka vesen á gothara sem ég sé, sko. Já, en Malín? Ég veit ekki málið út af því að Vottar haldi ekki jól og ekki páska og ekki bara ammali. Það er bara skeri dót. Þannig ég sér að þetta ég myndi græða hellins keðsöðu held ég. Já. Og hún yrði Votti. Þannig að byrja að hugsa budduna. Ég myndi ekki vera gefin í jólagjafir, ekki ammælisgjafir og ekki páskaegg. Þú finnur réttan stað til að spara á það kemur á dóttir. Akkur er þetta að spá í því, ég skil þetta ekki. Nei, þau Vottar haldi ekki upp á þetta að kjafta þið. Já, þannig hann sparar ekki á dóttir sem jól. Ég ætla að velja að vera Votti. Það er bara hannig. Pappi ástöður setið í stúdíóli. Sko, Vottarnir eru alveg svo hræðilega ástöð. Hann áður að velja Vottan því að þá þarf ekki að gefa henni jólagjafir. Það meina greiðlega að byrja að kvíða. Svo þurfi ekki að kaupa gjafir andir. Ég verða að velja gotharan. Vákaðar eru flotta saman. Dóttir þín gothari og dóttir hans Egils bara sem Votti. Votti, já. Allir vinnir. Já. Svo er það síðasta. Hvort myndið þið frekar? Aldrei keyra aftur eða aldrei aftur hlusta á íslenska tónlist? Mér finnst þessi mjög auðveld. Já. Okkur. Ég myndi salta bílinn.
Myndur þú salta bílinn? Já. Það er þetta að geta ekki keyrt bara sem eftir æviðinnar. Já. Það er kannski eitt og missir prófið í árið eitthvað svona, en þú mátt bara aldrei keyra aftur. En það reddast. Þetta reddast alltaf. En já, maður getur fengið segir enga bílstjóra náttúrulega. Já, en Já, náttúrulega fekk þussabita því að veskjans og svo þung. Það ætti nú að vefna á enga bílstjóra. Sko, eða taka strætó. Já, En hvernig hefur gigga þá félagarnir? Við erum að spila íslensk lög þar. Nákvæmlega. Hvað tekur þú Egill? Hann valdi að keyra aldrei aftur en þú? Þetta er vel ekki hægt, blöð. Að ég geti aldrei. Sumar spurningar er ekki hægt. Þetta er vel ekki hægt. Og ég aldrei að keyra aftur. Eða aldrei lusta íslenskt. Sama hvað myndir reyna og sama hvað myndir setja upp hérna fyrir mig. Þú myndir aldrei geta að tekja af mér þegar maður hellir í góða blöndu og setur á tíndu kynslóna með Bjartmari Guðlaugs. Mamma byggla. Það er gett að taka af mér. Ég held að sé ekkert svo hræðilegt að setja bara aftur í bíl og vera með eitthvað meistara sem keyri út um allt. Þannig að ég hvað er bílinn? Já, við veljum báður íslenska tónlist að sjálfsögðu. Það er þetta gott að heyra. Ertu búin að smakka Flóridana turmerik? Í 1 lítra er safi úr 50 grömmum af fersku turmerik. Flóridana, lifðu vel. Við erum stolt af því að bjóða hinsegin hamborgara á hinsegin dögum. Svo er stór víking á aðeins 500 kall allan daginn, alla daga. Brooklyn Rock Bar, Austurstræti 3. Enski barinn getur sýnt allt að 6 leiki í beinni í einu og í bestu gæðum. Enski barinn við Austurvöll. Pantaðu bíl með Hreyfils-appinu. Sæktu appið á App Store eða Google Play og þú ræður ferðinni. Hreyfill, bæjarleiðir. Allt frá handbolta til hestaíþrótta. Það er ótrúlegt hvað þú styður marga þegar þú spilar með á laugardaginn. Lotto, leikurinn okkar. Það er komið að stóru stundinni. Wow Air og Pepsi Max kynna Kings of Leon í nýju höllinni á 50-daginn. Tryggðu þér síðustu miðana á tix.is. Sena. Ekki fara í skólan án þess að hafa delluna með þér. Kynntu þér úrvalið á advania.is. Útsölunni hjá Intersport líkur helgina. Enn meiri afsláttur og allt á að seljast. Intersport, allt fyrir sportið. Það er ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 blöð og frítt far í bæinn. Það held ég þér að hlusta hér á FM 95 blöð í boði Keiluhallarinnar sem er, by the way, nú er enski boltinn að byrja á morgun. Já. Og það er búið að taka allt gjössanlega gegn á sportbarðum hjá Keiluhöllinni. Þannig að ef að þið viljið fara að horfa á enska og sportviðburði, þá hveti ég ykkur til að tekka á því. Þeir eru komið með í hellinga risaskjám og besta hljóðkerfi á landinu og ég veit ekki hvað. Það væri hægt að plata mig ef Newcastle er að spila. Já, það er líka bara gaman að fara og horfa á leikinn og svo bara jafnvel taka 1-2 og kikki í keilu. Já. Þetta er alltaf stemming, ég er náttúrulega mikill keilukall. En það er eins og að komið að virtasta dagskrárlið FM 95 blöð og já, þetta er eini liðurinn sem er búin að lifa í 4 ár. Holy shit. Og 4, býtu hvað? Jú, við erum 4 ára núna eftir nokkar mánuðum. Það er rétt og við erum að fara í sturlaða staðreyndir. Það er hárrétt þér. Og eru þið peppar í það? Ég man til dæmis sinni gamla dag að Egill alltaf yes þegar ég var að fara í þetta. Einmitt, yes. Eru sturlaðar að deyja? Nei, yes, ég segi yes. Þetta er svona, þú veist, þetta er líka þessi sko partur af þætturum sem er líka fræðandi. Það er ágætt. Já, hann er við aðeins að kenna liði. En eins og áðan þú varst brjálaður að því við erum hætti með myndir fyrir Cash Egill. Eru þið brjálaður í að hætta með sturlaðar staðreyndir? Nei, ég er ekkert brjálaður. Ekki? Hvað? Þetta er þú hættur að segja yes. Ég er þið fókillur. Já, gott að takk Steindi. Það er komið að fyrstu. Farð þú bara fram Egill. Ég Steindi og hlustundu tökum þetta. Fyrsta sturlaða staðreind dagsins, Kate Moss hefur ekki hent né gefið eina flík á ferlinum. Hún geymið þar allar í einhverjar vöruskemmu handa dóttir sinni. Ok. Ég held að dóttir henni sé að fara að fá ágætis fattaskap. Já, það held ég líka. Sko, af því að stjörnur í Hollywood kaupa sér sjaldan föt. Þau fá þetta bara sent. Já, líka sko, Kate Moss er búin að vera, held ég, bara stærsta módel heims í 20 árið eitthvað, 10-15 ár. Já. Þannig að getur ímyndaðir sko fatta lager eins og má. Getur hann gefið eitthvað, það er ekki eigið allt saman. Já, hann kannski gefið eitthvað. Mjög förðulegt. Svo er það hérna Rockhopper mörgæsin. Þekkjur hana, Egill, nú ertu mikill dýravinnur. Rockhopper? Já. Mörgæsin? Nei. Já, ok, en hún stekkur 1,5 meter í einu stökki sem er rosalegt fyrir mörgæs. Mörgæs? Já. Ok.
Það er mjög gott stökk með mörgæs. Já, þær geta rétt svo lift upp löfunum sko. En það köllir rockhopper. Akkur er hún með svona mikinn stökkkraft? Ég veit það ekki. Það er ekki bara með svona stutta kálfa eða eitthvað. Ég þekki það ekki. Þetta er sturlu stærð. Svo er það þriðja að ofhugsa hlutina veldur þunglindi. Já. Og hann ætla ég að bara, þetta er svona að því við erum að tala um að þetta er fræðandi. Já, akkurat. Elsku hlustendur, gerið það fyrir mig og okkur að ekki ofhugsa hlutina. Ég er í þessum áhættuhópi. Þið tveir bara báðir. Ég þól ekki fyrir að þannig að ofhugsa allt. Ég get farið margar hringi í haustum á mér með eitthvað smáttur í. Ég veit, ég get legið heima á mér og ég er alltaf innu bara feskur svo ég byrja að hugsa út eitthvað og ég byrja að tengja við svo margt og einhvað sem á enga megin heim inni að ég er orðin bara pirraður. Þá áttu bara að fá það smoke and a pancake. Já, ég veit. Slaka á. Þess vegna núna er ég að miðla reynslu. Maður er náttúrulega bara, sköllóttur og fertugur hérna í þessu stúdíói. Það er ungir hlustendur að hlusta. Ekki ofhugsa hlutina. Nei. Bara nummer 1, 2 og 3. Akkurat. Taka bara sveppa á þetta, vera skít saman allt. Já, það er óþólandi reynd að koma með þessa. Ég hringdi í sveppa sem ég er alveg bara, það er eitthvað að vera drulli yfir okkur sveppi. Þú veist, maður sjá þetta. Nei, hvað? Það er bara að tala eitthvað um þetta og og sveppi. Hverjum er ekki drullu saman? Einmitt. Já, það er svona ágætt að vera þetta í miðunni. Já, fara millivegin, en ekki ofhugsa þetta. Bandaríkjumenn borða, já þetta tók ég sérstaklega því að Dunkin Donuts, það er allt brjálaði við því hérna í Íslandi. Bandaríkjumenn borða yfir 10 miljardar kleinurhringja á ári. Já. 10 miljardar. Já. Hvað stendur 10.000 kleinurhringjar á fyrsta deginum? Þetta er eitthvað feitasta fólk í heiminum. 10.000 á dag. Sinnum 365, nú var gott að hafa Sverri Bergmann til að segja hvað er maður í kleinurhringjur á ári. Er hann eitthvað reynir Pétur það? Já, hann er svona mathlít, fekk 10 í starffræði í 10. bekk. Hann ættu Rainman í honum, hann var í starffræði í háskóla og dugsaði sko. Ok. Alltaf að maður að læra eitthvað nýtt. Það er óþólandi, maður getur ekkert nýtt það. Ég hef reynt að láta hann taka þetta fyrir mig á blackjackborðum, teldu spilin, hvað heldur ég kunni það? Akkur að kunna svona starffræði svona vel og ég spyr nátt í ræktinni, Sverri, hvað er 3,7 sinnum 555 og þá líður svona 2 sekúndur og hann er komið með töluna sko. Það er mjög þægilegt. Staðan með reiknivél. Það er með Svestron. Með Svestron, já, á lífinu bara. En ákveður að spyrja hann hvað þetta er þegar finnst svo leiðilegt að heyra hann tala? Hann syngur þetta alltaf fyrir mig. Ég er bara að segja hann það. En þú veist, ok, við getum ekki alveg gengt út úr því að vera 10.000 kleinurhringir seldir þarna á dag. Nei. En stráka, þessi opnin er náttúrulega alveg út í hött. Við verðum að átta okkur á því, sko. Þetta er rosalegt. Ég held ekki að sko, Íslendingar verða orðin svo healthy. En af hverju eru menn svona æstir í kleinurhring? Þú veist, af hverju finnst núna? Að því þetta er Dunkin, þetta er náttúrulega frægasta kleinurhringja. Ég reyndar aldrei smakka þetta, ég veit ekki það. Þetta er bara kleinurhringur sko. Ég man til dæmis þegar við vorum að fara til New York einu sinni að þá hlakkaði konunum þinnistendi Sýrjunum mest til að fá sér Dunkin Donuts sko. Já, hún elskar, nei reyndar ekki, en hún elskar kleinurhringi. Hún fer á hverjum einsta sunnundi og kaupir sér löggurhring einhvers staðar. Já, það er samt sko Hvað er það? Það er bara svona eins og í bakarínu. Gamli góði svartið ekki bara. Já, bara löggurhringur. En sko, hún er samt þá grönn og lót. Er hún að hreyfa sig með þessu eða? Þegar það er svo, færð þú allt sem hún getur eða? Sko, ég er að geta miklu meira heima. Okay. Ég er svona næsta, ég fer alveg og tek keksbakk á kvöldin og hann hverfur honum sko. Hvaða keks erst að vinna með? Ég er að vinna á Mariland bláum. Hann er þetta góður. Hann er mjög góð. Með ískaldri mjólk. Getur að vinna Oreo og ég fæ mér stundum Coca Puffs. Ég er löngu komið með leið og Home Blast. Hann er mjög barnalega bragðleika. Ég fíla Mariland en mér Home Blast, það er döttir mér. Já, Home Blast er döttir mér. Ertu að taka Toffee Pops? Já, ég fæ mér það stundum, já. Ef það er svona veisla, sko, þá fæ ég mér Toffee. Ok. Meir en 50% fólk á Netflix klárar heila seríu á innan við viku. Já. Þannig að það kemur heil seríin á Netflix þá er helminguna liðunarnir búin með hann á innan við viku. Já, fólk er náttúrulega að fara átt að segja því að það er alveg dögt að fara að bíða í viku eftir næsta þætti. Fólk horfir á Ég finnst samt eitthvað sexy við eins og núna með True Detective, ég er að horfa alltaf á Stöð 2 bara þegar það kemur á HBO. En hvað ætlar að gera ef þú en er langar bara að horfa annað þátt? Já, ég meni, já, nokkra svoleiðis seríu líka, sko. Sko, ég er hérna með áskrift á Netflix og líka á Hulu. Og Hulu er með þetta þannig að þú býður bara. Eins og nú er ég að fylgjast með Bachelor in Paradise, sem er besta sjónvarpsefni sem þú getur komið þér í. Bachelor in Paradise? Það er svona reject úr Bachelor og Bachelorette, sem henda eina eyju, hellega áfengi, og bara svona síðan kamerur út allt, veistla. Ástarflegið. Já, og allir grenjandi og þvílíkt drama og þvílík veistla. Og ég þarf alltaf að býða eftir nokkar dagar þess þetta. Það er eitthvað fílingur í. En er það ekki líka bara því að það verið að sína á jafnóðum úti? Ég veit það ekki. Þú veist, eftir ekki bara komin það... Já, komið það langt í þessu rögli, sko. Já. Svo er það hérna, heilin stoppar vöfða okkar. Heilin stoppar vöfða okkar. Við erum með styrk til að íta bílum og beygja stál, en það er heilin sem er að stoppa.
Erum við með stilta beigja stál? Já, bara íta bílum og... Ég geti núna farið út og byggt bíl ef ég myndir að blekja helna með Þú getur ekki byggt bíl Þú getur kannski ítt honum Þú getur ekki byggt bíl Þú ert ekki hörk sko. Ég get allavega ítt honum eitthvað Fæst af nokkra metra Já Heldur það hefur líka gest að fólk bara að það kemur svona óðagóta lið og heilin næri ekki að stoppa það er ekki séð þegar fólk er að bara henda bíla fólki einhver lendir í bílsleysi og það er fólk tekið bara og hend bíl af Já, maður er svolítið svona heyrt að því til dæmis svona að mæður hafi lyft bíl kannski af börnunum sínum. Nú ætla ég að finna leið hvernig ég get slögt á heilanum. Já, þú ert löngu búin að finna þá leið, sko, engar áhyggjur. Þetta tonn, núna eftir einhver. En gæti ég þá ekki fundið einhver leið til að losna við þursabiti? Jú, örugglega, það er heilin í það sem er að stoppa þetta allt maður. Ég sverða, ég er ekki að pæla neitt í þessu, þú veist ég. Fattur í þursabiti núna, er þetta ekki og heldur á íbúfen og hvað er þetta líka? Parkodín 500 ml. Þetta dæla þessi í þið bara? Já, 4 tíma fresti tekið nokkrar af báðum. Það tekur líka maður 20 mínútur að fatta hans ég sattur. Já, þannig að 20 mínútur, sko, ég veit þetta sko. Ef þið er að reyna að grennast að núti, borðið að hægt. Ég nefnilega hef oft lendið því að ég finn bara, ok, ég er að vera sattur, þá gef ég í. Já, ég líka, og þetta ringar það ekki. Þá gef ég í, reyna að klára og reyna að geta smikið í möguleikir. Já, þekkið ekki þá, það hljóta allir að þekkja hérna þá tilfinningu. Dýr í fröllum, í teilara. Já, þú ert orðin sattur, heldur á pítsjusneið og ætlar að fá þér einn biti viðbót og enda með að tróðin er bara allir uppi. Já, og helst. Þóla ekki fyrir að gera það. Já, ég hef oft verið að finn svona, komið svona smá hnullungur í magan, þá ríf ég pakning og veitni dellu. Dellu koktelsósu. Já, einu teilara. Okay. Byrja að dýfi í. Jákvæðni er smitandi og fólk dregst að jákvæða fólki að gera bara jákvæður. Ég er sammála því. Neikvæðni er smitandi líka. Ég er aldrei neikvæður. Nei, þú máttu neitt reyga það. Lenny Kravitz er með lokk í félagunum. Já. Sturlu staðrind, gaman að vita það. Einu eða snáknum. Hann og Valdi Björn, með þetta. Það er grjótvært. Valdi Björn, Valdi Björn er ekki með það er ákveðt að segja svona kjafta. Þú hann er með það? Að því að Steindi sagði einhvern veginn íslensku slúður að hann verið með kokkring. Nei, hann er ekki með neitt í félagum. Nei, eins og ég segi það bara með Valdaran, hann er bara gangandi kynlíf. 40% fólks vil breyta nafninu sínu. 40%? Já, minnst það hátala. Viljið þið breyta nafninu ykkar? Já, sko, mér finnst það bara vera of seint, en jú, ég hugsaði alveg það einu sinni. En þú vantalega kallaði þér grunnskólasteg en þú fróvar vantalega ekki? Nei, reyndar hef ég ekki verið kallað það. Þetta var bara first, sko. Já, ég var kallaði stundum það. En hvað vildur þú breyta því á sín tíma? Ég veit ekki, bara kannski heita Andri. Kannski Steinþór Ver, svo Magnús Ver, frekar en Steinþór Fróvar. Það er reyndar nettur Maggi í þér. Maggi, já, ég var til og með góðu Maggi. Maggi Junior? Já, ég geti verið Maggi. Ég geti verið Maggi. Mér finnst það. Maggi Junior og Palli Gils. Þú geti verið Örn. Örn, það er svona bara Ördi. Já, Öddi. Já, svona Örn. Ég átti að heita Daniel. Aha. Daniel Blöndal. Já. Danni Blöð. Sko, það var breytt í kirkjunni. Já, drengurinn Danni. Þá væri ennþá að vörð. Það er bara hann í. Væri Danni Blöð? Danni Blöð, Maggi June og Palli Gils. Ég veit ég. Þú lítur svolítið út fyrir að vera svona Þetta er Palli þér. Gæti ég verið kannski Magnús Bess eða hvað niður? Nei, langt í frá. Það er svona sjálfgefna. Trjámann. Trjámann. Svo síðasta stuttastarri dagsins aðeins 5% af myndunum á Instagram eru selfies. Ég held að það veri meira. Ok, selfies er að deyja líka. Já, er ekki selfies að minka? Já, þetta er að minka. Ég vona ekki. Og lífsförunautar. Þið eru að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Við erum ferskir og ég vona svo innilega að þið eru það líka. Styttist í nýjan dagskarlið? Já, akkurat. Það styttist í Peppa upp fellan. Og Íslands slúður að koma líka? Brakandi fest Íslands slúður og það er margt framöndan. Áður fyrir mig það. Það er að lesa yfir hústýragarðin. Nú? Já. Þeir eru með allt lóðurétt. Já, þetta er að tala um selin. Þetta er selurinn. Ég meina, hversu mikið getur drullað á þig? Já. Ef að Mér svo fyndi, hvernig slappan? Sko, þetta var fárlega Ég næði því. Þetta er gáða eftir selur heims. Já. Tróð sér í gegnum einhverja sprungu þarna. Hann nefndi ekkert að hanga Hann var búinn að, ég veit ekki hvað maður segir, hann segir ekki hlaupa eða skríða neitt, hann var búinn að djöflast einhverja 300 metra. Já, toppmálum. Já, ég selði ekki dýr henni kefti það, en ég frétti í húsdýragarðinum að hann hafði farið upp á öllum vinnum sinum og fjölskyldu og sagt I'm out of here. Svo fór hann. Það bara beilaði. Sko, það er nú líka, ég nú farið þetta stundum með litlu og það er þröngt dýrna, sko. Þetta er glata, sko.
Er það? Já, þeir fara alveg vel með þau sko. Já, það getur vel verið, en það þarf eitthvað stækkit eitthvað og gera eitthvað þarna. Fyrsta sem ég hugsaði er þessi frétt og bara wow, nú er sko traffíkinni fara að aukast svona tífalt í Húsdýragarðinum. Allir vilja sjá selin sem slapp. Þú veist, allir krakkar byggðu mamma, ég vil sjá selin sem slapp. En ég sá fyrir mér að honum er hent bara í sér búr, hann er svona celebrity og bara, þú veist, hann er í peppar alveg í drast. Algjörlega. Allir vilja sjá selin sem slapp, það er þetta góð pæling. Ég myndi vilja sjá hann. Og skýrin annarkot bara Dr. Richard Kimball sem Harrison Ford var í The Fugitive. Og jafnvel að fá annan sel sem getur verið Tommy Lee Jones, eitthvað vera með eitthvað comedy hana. Já, við erum með eitthvað svona einn náunga sem er alltaf að eldan. Já, þú veist, ekkert að hækka með að vera Húsdýragarður, svona bara helming, lágmark. Mamma, mögum fara að skoða Dr. Richard Kimball. En markastjóri Húsdýragarðsins sem ég er að skrána þessum slagasta markastjóra sögunar, drap selin daginn eftir þetta. Já. Ég fatt að það ekki. Hversu mikið erstu með allt niður? Plássleysi, það var ekki pláss fyrir selin. Það var ekki pláss fyrir lítið sel. Hann var svona stór. Já, verðum að drepa akkurat frægasta selin. Já, hann var pínu lítið. En hérna, alla sem voru bara nefnt ekki að strjúka og voru bara... Það væri reynda, veist, ég er að hugsa það, ég verð að gefa þig, þú áttar nokkrar, þessi er góð að vera með hann í sínu eigin búri og hann væri bara að kalla The Fugitive. Nei, og vera með stórt skilti 300 metrar. Hvað selur þau farið bara og vaði í það hérna í Laugardal? Að flýja. Ótrúlegt, ef það sko eitthvað þú segir markastjóri í Húsdýragarðinum, ef sá gæi er til eða svo kona, þá er vantilega búið rekan, ég trúi ekki það. Mest að skita sögunar. Já, þetta er endar ég er mjög fullegur. Já, ég heyri það. Og líka pluss við að drepa lítinn saklausan sel. Það er bara ekki hægt. Ég skil ekki, það hefur verið pláss fyrir hann að sel bara heimi á mér. Ég hef alveg getað tekið hann að sel. Bara í baðið. Haft það bara í baðið, þurftum að busla. En nú spyr ég hérna fólk brjálar og að vera að drepa hann að litla sel. Er lambakjöt hjá þér í matinn í kvöld, Egill? Nei. Ég er bara að borða líka svona... Farið lamba á sunnudaginn? Ég er búin að borða svona 30 miljón kjúklinga, viðurkennaða. En ég bara ekki sel. Þykir vænt á það. Já, reyndar, ég gef vaklega. Þetta hefði verið góð hugmynd. Dr. Richard Kimball í sín eigin búri. Getum við ekki líka sagt það, sko, tekjum smá yfirlýsingu við það. Ef það að fara að dreipa fleiri dýr, er ekki hægt að koma bara með við hérna í stúdíóð. Við getum hugsað þau. Já, einmitt. Akkur ekki? Af því að þú ert búin að væla núna í 2 ára þegar þú keyptir þér eitthvað franskan bulldog sem heitir Pulla og Andarvalla, hún er svo löt. Og þú getur ekki séð hana. Hvernig ætlar þú að fara að sjá sel? Ég myndi henda honum í baði og leyfa honum að busla. Maður sem fær þussabita og reima skóna sína. Í kvöldmatinn mæli ég með eldheitum matras kjúklingi. Hraðlestin. Ekta indversk matargerð. Pantaðu bíl með Hreyfils-appinu. Sæktu appið á App Store eða Google Play og þú ræður ferðinni. Hreyfill, bæjarleiðir. Enski barinn er staðurinn fyrir þá sem setja kröfur á hljóð og myndgæði þegar enski boltinn er annars vegar. Óli kynnir með stolti grillara ársins. Tilnefndu bestu grillarana í vinahópnum þínum á Facebook síðu Bóla og þið gætuð unnið Weber Genesis gasgrill. Bóli, gefðu þér tíma. Léttur. Rock í Hafnarfirði, Caterpillar Man, Endless Start, Brimi, Vintage Caravan, Enzimi, Agent Fresco, Kiriyama Family og 3B. Ekki missa af brjáluðum rocktónleikum í Flatahrauni í Hafnarfirði í kvöld klukkan 6. Frítt inn, Ölstofa Hafnarfjarðar. Við erum stolt af því að bjóða hinsegin hamborgara á hinsegin dögum. Svo er stór víking á aðeins 500 kall allan daginn, alla daga. Brooklyn Rockbar, Austurstræti 3. Vá, hvað þetta er gaman. Ég ætla sko aftur. Endilega komdu með. Pólsport, heilsurækt, Smiðjuvegi 72 og pólsport.is. Lífrænar Grönbalans gulrætur á 50% afslætti, aðeins 199 krónur kílóið. Krónan fyrst og fremst ódýr. A4 skólavörubúðin þín er í Kringlunni, Skeifunni, Smáralind, Hafnarfirði og á a4.is. Happy Hour frá 9 til 12 allar helgar í sumar. Keiluhöllin og FM 95 Blö. FM 957. Jú, ég verði ekki ágætt. Þeim með þá. Það er föstudagur í okkur, það er glampandi sól úti. Fólk vonandi hefur það gott og er að hlusta. Ég er með bullandi þursabit. Allir í já, Steindi, hættu þessu. Nú þarf ekki að segja okkur að hver einn komi. En það er hins vegar komið að dagsfjölið. Það er ekki komið að nýjasta dagsfjöliðum. Hann er þetta rétt handafóðni. Já, hárrétt. Þau eru við nýjan dagsfjölið sem heitir Peppaði Fellan. Akkurat. Og líka King of the Gays líka.
Já, þú ert með spurningakeppni líka og þú ert eftir Íslands slúður. Já, það er nóg eftir. Það er nóg eftir. En við ætlum að fara í, tiltölulega nýjan dagskrárlið hjá okkur sem heitir Sofa hjá, drepa, giftast. Aha. Og við köllum þetta sofa hjá, fara með upp í sveit, skilja eftir og giftast. Það er svolítið ljótt að þurfa að drepa eitthvað. Já. Setja eitthvað undir græna torfu. Þetta er bara leikur um eitthvað drepa neitt. Þetta er bara leikur, það er þetta hárrétt. Og ég er að vinna með skemmtilegt þema í dag, drengir. Ok. Nú spyr ég ykkur sofa hjá, drepa, giftast. Bjarni Töframaður, Einar Mikael, Ingo Geirdal í dimmu. Það er töframannathema. Já, og ef einhver ætti að geta svarað þessu þá er það Steindi Junior því að hann virðist vera með íslenska töframenn á heilan. Ég er búin að stúdera íslenska töframenn, ég veit allt um þá og þeirra ásatíðir. En vá, þetta er enda, þessi kom óvart. Þessi kom rosalega óvart. Það veit allir hvað Bjarni Töframaður er, það veit allir hvað Einar Mikael er og flesti veit hvað Ingo Geirdal er. Það er þessi sköllótti, gítarleikarinn í dimmu og er rosalega góður töframaður. Rosalega góður töframaður. Og góður gítarleikari. Já, algjörlega. Þannig að nú spyr ég Steindi. Hvernig þú að halda það? Getur eiginlega undan. Ég vil að þetta er bara það hefði. Ég er að hugsa á fulli þetta. Ég þurfi alltaf verið snöggur að svara í þessu. Já, ég byrjaði bara að segja með hverjum ætlar að giftast. Ég ætla að giftast Bjarni Töframanni. Ok. Giftast Bjarni Töframanni? Af hverjum? Það er svona Bury the hatchet. Hann nær Arnold vel eftir heimann hans. Góður Chewbacca líka. Með alltaf gleðja með einhvern veginn þegar nývagnaður. Geta það ekki orðið þreytt svona til lengdar? Jó, ég held það. Við líka eigum svona, við eigum okkar sögu, við vorum að rífast einu sinni 2006, 2005 Við eigum eitthvað celebrity beef. Já, og nú erum við búin að sætta þessu besti vinir í dag, svona þetta er gott hjónarhafand. Þegar Egill og Bjarni Töframaður voru með celebrity beef, Steindi. Ég man þetta því. Já, árið 2010, við sko ég gaf Agli í 30. afmælisgjöf í afmælinas. Nei, Bjarni Töframann. Já, kom að skemmta. Og mætti Bjarni Töframann. Já, og fór á kostum. Já, og það er nefnilega sko, þetta finnst mér, þetta gerir Bjarni að rosalega stóru manni. Mæta heim til óvinna sinns og skemmt Já, ég ætla að giftast honum. Giftist Bjarni Töframann. En síðan málið er, síðan alltaf erum við með The Bad Boy of Magicians, Einar Mikael. Þið nefnir þetta svona, hann er a bad little boy. Akkur hann er bad little boy? Hann er bara hann er bad little boy. Hann hefur verið að snáðast mikið gegnum tíma. Og ég tek klukkutíma með honum. Það er klukkar með Einar Mikael. Og ég ætla að drepa Ingo Geirdal. Akkur er það að drepa Ingo? Ég veit ekki. Ég verð að drepa eitthvað í þessu leik. Er það því hann er sköllóttur eða? Það getur spilað inn í viðkynna. Okay, ég hef alveg marg oft hitt Ingo æðislegu gæði. Ég trú ekki að það. Ég hef alltaf þekki hann minnst af þessum þrem. Þannig að ég var bara að kynnast Ingo Geirdal. Hann ætla að sofa hjá Einar Mikael og drepa Ingo Geirdal. Ég ætla að beða Ingo afsökunar á þessu. Þú Steindi? Fyrir mig er þetta alveg hrikalega erfitt að svara sko. Þetta er náttúrulega... Þú ert svona töframanna fettis? Nei, alls ekki. Ég var helst til að giftast þeim öllum sko. Það væri mjög gaman. Ég hefur heyrt íslenska slúður. Ég er ekki annan að rakka niður íslenska töframann. Ég fæ það alltaf líka bara sent sko. En málið að vera með 3 töframann á heimilinu, það væri bara veisla. Það væri algjör veisla. Það væri alltaf eitthvað svona eitthvað brellur. Já, maður getur ekki vist þessi brauð á þess að kemur bara rós upp. Nei, það væri bara stemmari sko. Já, svona gerfibleku úr pennum og alls konar svona húllum hæ heima sko. Strákar, þetta er rosalegt. Ég ætla bara að segja hérna, bara kasta það strax. Ég myndi giftast Ingo Geirdal? Já, ég myndi giftast Ingo. Þekkir hann vel eða? Nei, ekki vel. Ég kannast við hann, hann er mjög fínn, en hann er dularfullur. Það er bara svoleiðis. Hann er dularfullur? Já, hann er mjög dularfullur. Hvernig myndir þú sofa hjá? Ég hugsa, strákar, ég hugsa myndi að sofa hjá Bjarna. Já, þú ætlar að drepa Einar Mikael. Sjokkur. Nei, sko... Fílitt sjokk. Þetta kom öllum á sem bara að hlusta. Alls ekki. Einar Mikael er topp náungi. Ég hef ekkert út á hann að setja. Ég hef ekkert út á hann að setja. Ég er bara svona... Hann var að skemmta með okkur höfn í hotna fyrir en daginn, alveg frábær náungi. Já, topp náungi. Nei, það er bara topp náungi. Og hérna... Það er rosalega erfitt að koma í þessa stöðu af því að þú veist, það vita allir að ég og töframenn erum náttúrulega miklu vinir En þú ert alltaf í celebrity beef við Einar Mikael? Alls ekki, ég hef aldrei verið í neinu celebrity beef við Einar Mikael, aldrei Hefurðu þurft að hringja hann og biðast afsökunar? Það ljúgum ekki á hlustendum? Það getur vel verið, ég sko man ekkert eftir því núna Ég er bara ágæðslega um það Já, mér er bara ágæðslega vel bara en sko, strákar, ég er svona Bjarni er mín típa
Við getum varað það Já, kúra og svona. Já, hann svona kúrari, við myndum klára okkur af bara 20 mínútum. Ég held að hann giftast hún. Nei, við myndum bara spúna og klára ykkur af. Klára að horfa á einhverja ræmu, sko. Já, og þú þyrfti þá að setja eina Mikael upp í sveit. Já, fyrir miður, ég hugsa það. Hvað myndið þú gera? Ekki sleppa. Jú, ég er ekki svo það. Nei, Kotti, þú verður. Ég sé bara að segja spurningarnar. Þú verður að fara í þetta. Já, ég meina þá bara ætla ég að taka, þannig að allir verið drepnir. Ætli ég drepi þá ekki Bjarna? Ætlar að drepa Bjarna Törum? Hvað er hann gett hér? Hann er ekki gett með neitt, en þið ætlaði að drepa hinn á tvo. En kom hann ekki fyrir í Amali og Agli? Mjög leiðilegt að drepa Bjarna Törum. Þið myndi ekki sofa í eina Mikael og taka gamla töfradrykki með honum og láta félagann hverfa og svo bara myndi ég giftast Ingo Gerdal. Það eru nokkri miðar eftir á þessa hérna stórkostlu hljómsveit. Hún heitir Kings of Leon. Hún er að spila í höllinni næsta fimmtudag. Ef þið eigi ekki miða, tryggið ykkur að strax. Ég held að séu miðar eftir alltaf á B-svæði. Tjekkið þessu. Þetta verður tekið þar. Hljómsveitum og hún er á Íslandi í næstu viku. Eins og ég sagði að það eru ennþá nokkri miðar til. Þannig að gera að tjekka því og fara að sjá þessa snillinga á fimmtudaginn. En það er eins og að komin tími á nýjan dagskrárliðin hjá okkur draugar. Akkurat. Og þetta er dagskrárliðurinn Peppaði Fellan. Já, þetta er Peppaði Fellan og svona, já, eigum ekki bara að keyra trailer í gang og svo kannski förum við yfir þetta. Jú, við hendum í trailer sem að segja svona pínu út á hvað þetta gengur og hann ætti að vera hérna einhvers þar og... Mjög spenntur að heyra hann. Já, við erum ekki búin að heyra sjálfur. Nei. Tekum á þessu. Þetta kemur trailerinn fyrir nýja dagskrárliðin okkar. Við dæmum þið ekki. Það er nákvæmlega málið. Þetta er dagskrárliðurinn Peppað upp fellan. Já. Og það er basically sem við gerum með það. Ef við heyrum af einhverjum sem átti... Þetta er ekkert endilega eitthvað fyllirístengt eða þetta er bara einhver að skýta á sig. Nei, ef við sjáum bara til dæmis í fjölmjölum einhver, Jón Gunnar Nonnason Votta, skiptir einhver máli, einhver var að skýta á sig, einhver í landsliðinu, já, landsliði var að skýta á sig, það skiptir ekki máli, við hringjum og peppum einstaklinganu. Já, og þetta er Við látum allt verði í lagi. Við erum svolítið að kissa á báttið, sko. Akkurat, og við ætlum að byrja á því að peppa upp Jón Gunnar Gerdal. Það er hárrétt. Og það er ekkert ástæðalausu. Hann var á þjóðatíðin síðustu helgi og já, það er eitthvað sem segir mér að hann sé búin að lítið lýsir í vikunni. Já. Hann var andsetinn í brekkunni. Akkurat, hann hafði rosalega gaman að þessu. Eiginlega of gaman að þessu. En eins og ég segi, við höfum aldrei dæmt. Nei, og við erum ekki að fara að byrja á því núna. Nei. Þannig að nú ætlum ég bara að lækka þetta þessi í læginu og hringja í Jón Gunnar Gerdal og við ætlum að peppa upp fellan. Þetta er tilbúin, drengir. Akkurat, við erum klárir. Jón Gunnar. Já, Jón Gunnar. Það er hann. Er það John Lemon? Gott, sæll og margblessaður og verður velkomin í dagskrárliðin Peppað upp fellan. Ég verð að byrja að spyrja þig. Ertu byrjað að nota nafni John Lemon? Já, nafnspjöldin klár í morgun. Geggjað. Það er aðeins. Ég er að baða mig í sítrónu núna. Velkomin í Peppaði Fellan. Já, hérna, við ætlum svona... Velkomin í hvað? Við ætlum svona rétt að heyri þér. Velkomin í Peppaði Fellan. Já, við ætlum svona rétt að heyri þér, Jón Gunnar. Glænir dagskrárliður í FNÍ Blöð. Jón Gunnar minn. Hvað ég hlakka til. Við ætlum svona rétt að heyri þér bara og svona láta þið vita því að þetta verður nú allt í lagi. Þetta er svona... okkur þykir væntu þig og svona dyrnar í okkar er alltaf opnað fyrir þér, sko. Já, áður en að trúðalegt en heldur áfram. Hver fjandinn er Peppaði Fellan? Við erum bara að segja þér að við vitum út lítill liður eftir síðustu helgi en það er enginn að dæma. Við dæmum ekki, það er enginn, við höfum allavega ekki teilt mikið þetta en eins og ég segi þá bara það kemur ný helgi og það er óþarri kannski að vera alltaf að svona líta tilbaka. Stíðu bara stórin í þessa helgi, hún verður góð. Já, bara... Þetta vesen innan gæslar, ég hitti ykkur 3 helgina, ég var að fara að ræða saman. Nei, ég er bara að tala um að bara horfa beint fram á við, ekkert að spá í því sem er liðið. Það er pottið einhver sagt er að þú hittur okkur, sem er gaman, þá veistu alltaf að þú hittur okkur, en ekki vera að bögga á síðustu helgi því að þú skemmti þér og það er fyrir öllu. Ég ætla bara í blackouti alla þjóti, hann ætla bara að gefi. Það er ekki að spá eitthvað aðra á það. Það var gefið að festu í þryggjabarnafærin, nauða skárlátur í þjóti versmanni, blackouti frá háti og föstu. En ekki vera að bögga á því. Ég kann bara meta símtal frá, alltaf bara sálfræða mentaði snillingunum ykkar. Í Peppaði Fellan. Mér veist þú taka þessu bara eins og maður. Þeir eru núna að kljúfa atóm. Það var bara rétt áður en að þið kláruðu. Við viljum bara
að þú sett sterkur inn í þessa helgi, farið sterkur inn í þessa og sett ekkert að baka á síðust helgi því að það er allavega ekki í segjengi, það eru fáir að ræða þetta og þú varst bara flottur. Hugsa þetta líka bara þannig, hvað er að versta sem getur gest? Þú fékkst þér nokkra, valst þér náttúrulega til skammar og svoleiðis, en hvað er að versta sem getur gest? Já, ég meina það er nokkur að tala um þetta, hvað er að versta sem getur gest? Það er að Gísli Eiríkur og Helgi hringjum á föstudegi. Það er mögulega það versta sem getur gest. Og ég hitti trúðalestina í Vestmanni, sko. Það var ekki dropa eftir í eiginu, sko. Ná, hætti að kalla eitthvað trúðalestina. Við erum ekki trúðalestin, við erum virtir útastmenn. Við erum virtur útastáttur, já. En hvernig er helgin hjá John Lemon? Helgin er bara sultuslög. Gott að heyra. Jafna mig frá síðust helgi, sko, bara nýhættir í fórstellingunni. Já, það er rosa gott að heyra. Það er líka ástæðan fyrir við hringdum. Við viljum bara, þú veist, við viljum að þið líði vel og... Já, bara æðruleysi, bara fer inn í þessi helg bara með auðmýkt og rólegheitum. Ég segi þetta, bara taka dag í einu. Já, þá er snilt að heyri svona 3 spámönnum eins og ykkur og þvílíkum snillingum, sko. Það er bara byggja mann upp. Þú mátt líka koma, Jón, upp í Skaftarhlíð eða langar í faðmlag. Já, bara hög. Það er ekkert mál. Já, faðmlag frá ykkur 3 er mögulega það eina sér ekki inn í þessi helgi. Við erum að peppa fellan, við vonum að ég góðar helgi, Jón. Já, þetta er stáðsvöldlegt, takk fyrir þetta. Ekki vera að baka á síðustu. Og við dæmum ekki. Engin dæmi hér. Nei, það er gott, takk. Bye. Þetta var Jón Gunnar Geirdal við að peppaði fellan. Maður heyrði líka, hann var mjög þakkláttur að fá þetta símtal. Hann var okkur lítill í sér. Hann var allt annar eftir hann heyrði okkur. Já, allt annar. Þau heyrði bara hvernig hann svaraði og svo hvernig þegar hann var þegar hann kvaddi. Ég glemdi að segja hann ítrekkið vandamálinu frá sig með því að gera grína þessu og setja vandamáli yfir okkur. Nei. Ég fatt ekki að segja hann það. En hann var róngóður. Já, hann var í læstri hliðalegu bara. Þetta er góð dagskrárlegur því við erum að gera góð. Hjálpa fólki. Þetta var peppaði fellan. FM 957 kynir The Gift. Excuse me. We went to school together. Sorry, I can't place you. Manstu eftir skrýtna stráknum úr framhaldsskóla? It's 25 years ago. Komstu vel fram með hann? Ef ekki, myndu gjalda fyrir syndir fortíðarinnar. I believe the bad things from the past, they can be a gift. Þrælgóður sálfræðitrillin, þar sem Jason Bateman fer á kostum. What did you do to him? FM 957 býður á sérstaka forsýningu mánudaginn 10. ágúst. Accept my apology. Fylgstu með á FM 957 og þú gætur unni miða. It's too late for that. The Gift. Frumsýnd 12. ágúst í Laugarásbíói. Hann gvendur á grillhúsi var gammal skútu. Stopp! Þetta er ekki að fljúa! Grillhúsið. Sérsvið matur. Ekki auglýsingar. Bóli kynir með stolti grillara ársins 2015. Komdu á Facebook síðu Bóla, tilnefndu bestu grillarana úr vinahópnum. Þá farið þið í pott og getið unnið silfurgljáandi og sjóðheitt Weber Genesis gasgrill og fjölda annara glæsilegra vinninga. Bóli, gefðu þér tíma. Léttöl. Sumarútsölu Bíkó líkur helgina. Enn meiri afsláttur af völdum vörum. Bíkó. Allt frá tennis til taekwondo. Það er ótrúlegt hvað þú styður marga þegar þú spilar með á laugardaginn. Lottó, leikurinn okkar. Hamborgarafabrikan styður réttindabaráttu samkynhneigðra. Komdu á fabrikuna í dag og þú getur fengið hamborgaraðinn öfugan í tilefni hinsegin daga. Hann smakkast alveg jafnvel, við bara snúum hann á hvolf. Hamborgarafabrikan. Mikið úrval af frábærum salétum og hjá okkur farið ferskleika í hverjum bita. Fresco, Suðurlandsbraut 4. Góðaverðið er í A4. A4, skólaförubúðin þín. Við búum til franskarnar okkar sjálf. Svo djúbstekjum við þær. Tvísvar. Roadhouse. Metnaðar full matreiðsla. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Vinir þeirra hlustu á FM 95 Blö hér á FM 957. Steindi Jóni Röðin Blöndal og Egill Gils ennþá með ykkur í stúdíónu. Klukkan að vera 5:30 og Egill, það er komið að dagskrárleysi. Þetta er fljótt að líða. Já, þetta er fljótt að líða, allt og fljótt að líða. Og þetta var Páll Óskar með lagið Lítu upp í ljós. Akkurat. Veitu hvað gerist hjá mér þegar ég líti upp í ljós? Já, þú hnerrar. Já, það er rætt. Ég ger það líka. Stundum þá fer ég og næ í strá og nutta nasahólunar. Já, frábært þegar. Og reyna að hnerra. Já, en það er eins og komið að Agli núna sem er með eitthvað sem heitir Gay for a Day eða King of the Gays. King of the Gays, eins og síðasta koncept var þjóðtíðarkongurinn. Bara hver eitthvað félagann er nær því að vera
sko, já, svolítið svona Ég er mjög spenntur fyrir þessu. Já, þetta er ræsandi. Og þetta eru þess að, Stendi, þú mátt ekki horfa á skjáin hjá mér. Ég er með áhyggjur af þessu. Ok. Ég sinni ég fann að snúa mér eitthvað sem komið feedback og þetta er allt í abaskít. Ok, þetta er allt í lagi. Allir til. Allt klárt hérna. Strákar, eigum við að fá svona, við erum alltaf ekki mennið svona spurningathím undir. Er þetta eitthvað sem er komið til að vera hjá þér þessar spurningakeppni innan alltaf? Já, ekki það, meira klár. Hinn var nú ekkert geggjur. Þetta koncept lítur nú bara að vera í dag, því að það er Geipræta morgun. Hvetjum allar til að kikið í gönguna. Þetta eru 14 spurningar. Já. Það var 11 síðast. Já, ég á mjög marga samkynnaðarvini og það eru samkynnaðir í fjölskyldunni og mér finnst einhvern veginn eins og ég sé aðeins meira gay en þetta. Þið var að pakka saman í síðustu keppni. Já. Þannig að það er gaman sákun þessi kemur út, ég veit ekki hérna. Þú verður bara að svara hreinskilin. Algjörlega. Byrjum að spurningu nummer 1. Getur þú haft eitthvað gay lag undir nokkuð, það er mögulega? Við vorum náttúrulega með Pál Óskar. Já, gay. Hvað er gay lag? Er það lag meira gay en annað? Kannski eitthvað með Madonna kannski? Nei, við getum líka kannski bara sett eitthvað með ABBA. Já, með ekki ABBA. Þetta er svona, þetta er stemningsliður. Ég vil hafa tónlistundir. Ok. Hvað ABBA lag viltu? Dancing Queen? Basically bara, eitthvað svona Eurovision lag. Bara Dancing Queen. Já, Dancing Queen er mjög gay. Keyrðu þetta undir hérna á glæsilegt. Já, fallegt. Og spurning nummer 1. Já, það hlakkar í Gilsson, ég sé það. Hefur þú farið út að borða með öðrum kallmanni? Já. Þetta er bara mjög gefins að sjálfsögðu. Það er 1 punktur á mann hérna. Það er svo lett. 1-1. Finnst þið það gay eða? Ég er með 14 spurningar á þenn. Já. Þetta er spurningakeppni. Ok. Hefur þú farið í bíó með öðrum kallmanni? Já, að sjálfsögðu. Að sjálfsögðu. Þú er með þess að farið með okkur báðum í bæði. En þú veist, ertu að tala um þá í svona stefnumótapælingum? Ertu að tala um bara að fara félagar í bíó? Þetta er bara einföld spurning. Ég hef ekki farið með gaur sem er ekki vinur minn og ég þekki ekki, ég hef ekki farið á stefnumót. Þú farið með öðrum kallmann í bíó, ekki? Já, sem þú hittir á engamál. Sem þú hittir á engamál. Það er svo góður stendi. Þannig að breytir sér einhvern trúarskap. Nei, alls ekki. Við höfum báðið farið í bíó, það er fólk. Hefurðu sendt öðrum kallmanni SMS? Egil, ertu 5 ára? Þú veist það. Já, það er 3. Þú veist það er 3. Þetta er dead tight, 3-3. Já, þvílík spenna maður. Þetta er mjög spennandi. Hefurðu snert sitjandan á öðrum kallmanni? Sitjandan? Rassin, já. Hefurðu snert rassin á öðrum? Alveg. Bara peppa og tekið bara svona slegið í gallabuksunar eitthvað. Ég er rosa mikið í því að slá svona komasóstrákar alveg, þú veist, förum í bíó og klárum þessa mynd. Þetta er mjög jöfn keppni. Förum í bíó og klárum þessa mynd. Tekur þá sláði rassin? Nei, ég segi svona, ég er bara svona. Er ekki meira út að keppi í fótbolta eða eitthvað? Jú, allir ekki. Þetta er alltaf mjög spennandi. Það er 4-4. Þetta er mjög spennandi, 4-4. Ég er mjög spenntur þessa keppni. Rosalega erfiða spurningar. Já, ég ætla að vinna þessa keppni. Ég veit að ég ætla að vinna það. Finna það. Er Madonna uppáhaldssöngkonan? Nei. Já, sko, þetta er náttúrulega uppáhaldssöngkona kærastunum minnar. Þannig að sem gerir þetta svolítið að minni uppáhaldssöngkona líka. Þú fílar hana meira enn í Hönnu og Madonna er náttúrulega eitt mestu töffari bara of all time, sko. Hætt að reyna að vinna keppnina með að ljúa, Steindi. Ég veit alveg að Madonna er ekki uppáhaldssöngkona. Ég veist að, ok, nei, ég á nokkrar uppáhaldssöngkonur. Eins og ég er búin að taka fram, ég er mjög gaman að til dæmis Jennifer með Blocks og ég er mjög gaman að í Hönnu líka og ég hef svolítið gaman að Madonna. Já, ég var alveg gaman að Madonna. I just need an answer. Er þetta uppáhaldssöngkonan? Ef ég verið þú, myndi ég gefa mér hálfstig. Það er bara ef ég verið þú. Hann er byrjað að ljúa. En ok, næstu spurningu bara. Er þetta uppáhaldssöngkonan, já eða nei? Já. Já. Það er punktur, ég verð að gefa henni punkt. Það er 5-4. Hún er ein af nokkur. Nei, hún er ein af nokkur. Þetta er alltaf leið, það er 5-4 fyrir þér. Nefndu mér 3 Madonna-lög, Steindi. Ég get bara alveg, ég get nefnt þér endalust. Þetta er nú óþarfi. Like a virgin. Strax eitt komið. Þetta er ekkert mál. Þetta er uppáhaldssöngkona. Nei, það bara situr í mér akkurat núna. Akkurat, þú gast nefnt 1. Og það er uppáhaldssöngkona. Þú komst mér bara í óþægilega stöðu. Já, geta óþægileg staða, nefna 3 lögum upp á söngkonunni. Ég get eiginlega ekki nefnt 3 lög. Don't Cry For Me Argentina. Já, nákvæmlega, ég var að fara að segja. Ég geti nefnt svona 50 lög. Einmitt Vogue og Don't Cry For Me Argentina. Spurning nummer 6. Holiday, ég rána með hvað eru reyðir líka. Það er svindla. Nei, það er bara keppniskap í mér. Hefurðu hort á Sex and the City bíómyndina? Báðar. Já, báðar. Báðar? Já, báðar. Þetta er rosalega. Ég hef hort líka á alla seríuna og ég hef með þess að tala um í útvarpinu. Sex and the City eru vel skrifaðar og hrikalega skemmtilega þettir. Alveg sammála. Þetta er ekki aukastið fyrir að peppa þetta, sko? Alveg sammála.
Steindi segir bara já við öllu núna. Nei, alls ekki Það er bannað að ljúga. Nei, ángriðs, ég ekki að tjóka. Ég myndi segja að ég væri svona Sara, Uti, þú getur verið Miranda og þú ert Hann alltaf sem menn það. Já, þú ert sem menn það, já. Það alltaf þannig, þú vilt bara jamma og segja ekki hitt. Þetta það 6-5 fyrir Steinda. Númer 7. Elskar Eurovision út af lífinu? Já, ég mjög gaman að Eurovision. Uti, nú ertu að ná þér í stig með líf. Nei, ég er búin að horfa á alla Eurovision-keppnir, ég veit það. Já, ég horfa á alla Eurovision-keppnir líka. Það er aðalega bara út af stemningunum, það er snakk í skálum og menn að fá sér og allir feskir. Ég fer svo langt að segja að ég dyrka Eurovision. Nei, þú dyrkar ekki Eurovision. Þú ert að ljúga. Þú ert að ljúga. Hann er komið stig, ég er búin að skráða niður. Sko, ég horfa á alla Eurovision, en ég hef ekki gaman að því. Ég verða við. Þú elskar þetta ekki út af lífinu. Hörru, það er dead tide. Það er 6-6. Ég hef svolítið gaman að bara, þú veist, veluna, sem þetta stigagjöfni. Já, ok. Ég meina, þú elskar þetta ekki, þú fílar þetta, en elskar þetta ekki út af lífinu. Nei, mér finnst þetta frekar leiðilegt, þetta verður ekki. Á spurning nummer 8. Hefur þú raskelt annan kallmann eða verið raskkeltur? Já. Ég sagði já. Það var ekkert geifið, pappið minn er raskelt mér, sko. Já, þegar ég var, varstu látið ég þetta sápuð það? Nei. Varstu sápuð þeim? Hvað, það er bara verið einhverjum kjallara með sápuð upp í kjallanum og... Þú setti pappið gifti niður þig og barðið og bera hann bossan? Já, ég segi nú ekki barðið með hann raskkelti mér náttúrulega. Var pappiðin heitir hann Fritz? Varst líka undir óþólandi krakki. Heitir hann Fritz? Nei, hann heitir það ekki. Næsta spurning. Herru, málega, strókar. Ég var raskkeltur þegar ég var víður inn í Hvíta Riddarann í utandeildaliði. Þá var ég sem sagt, það var girt niður mig. Ég var settur á hútti, þetta er bara fyrir 1,5 ári. Settur á hútti á bílnum og þá var allir sem dýfðu hendur á sig í snjóskafl og raskkelti mig. Handboltalandsliðið er raskkelti okkur einhvern mann líka. Já, þannig að það er 7-7. Fyrlega spennandi. Hefur lappað allsber að viniðinum á hótelherbergi sem liggur sofandi og staði yfir honum reiður allsber, horta starfa? Herðu, en þetta finnst mér vera svolítið ósækjöld spurninga því ég veit að þú hefur lent í þessum auða. Af því hann er sexvambi. Ég var í svefni og þú ert búin að íkja þessu sögum. Ég svarði mitt í já. En hann er sexvambi. Er það svar fast eftir hendi? Já. Já eða nei? Þetta er ógeðslega óþægilegt. Hvernig á ég geta sagt? Nei, ég hef ekki gert það. En ég veit að þið hefði gert það. Það er auðvitað að taka þetta. Það er 8-7. Þú varst að gefa þú stig. Hefur þið farið út að skokka allsber með kallkyns viniðinum? Nei. Út að skokka allsber? Nei, það er... Veitu, þú slóst þú og svepp ekki nefnir Laugaveginn? Jú, reyndar. Þetta stiga mig. Ég var Sveppil höfum allspennur í Laugaveginn. Herru, á það að fara að beitna mér núna. Maður hef ekki verið í 70 mínútum og maður hef ekki verið með einhver í drömmnum og svona. Þú varst með mér í drömmum. Þú getur alveg fara út að skokka með vinniðin. Já, hvað bara út að það verður ekki eins og myndaður að það. Og verður ekkert að búti grín. Býta er ég komið tips til mér. Já, þú þarft að gera þig. Þú ert að fara að geta skrýtna leiði í þessu. Þú ert að gefa hann sigur. En alls ekki. Steindi, þú ert að tapa. Akkur slakar ekki brá og hlustar á mamma Donnu. Nú er ég komin. Spurning 11. Þetta er bara 14 spurningar. Þetta er mjög spennandi. Hefur þú hort á Bjöllin leikara, fengið vatn í munnin og hugsað drullaður fötunum hann að leikara drastliðitt? Nei, alls ekki. Og svo þetta bara óþægilegasta spurning sem ég heyrti í spurningakeppni frá því ég bara fættist. Þetta var mjög skrítið spurning. Já, sástu líka hvernig hann lék þetta? Já, mjög skrítið spurning. Þú beist í vörð. Næsta bara, ég gleyma þessari bara. Ok, það er spurning 12. Hefur þú farið í sturtu með öðrum kallmönnum, hort á raskatið á einum og hugsað God damn, it's a hot ass. Nei, hvað er að gera þetta? Akkur er þetta búið að breyta? Nei, alls ekki. Þetta fór bara léttustu spurningum í óþægilegustu spurningum sem heilt. Það er nei hjá báðum. Það er nei hjá báðum. Það er alveg klárlegt nei. Þú verður að fara að rífa þig gangsneindi og ætlar að séns að vinna. Já, herðu, gefðu mér þá einhverja góða spurninga líka. Ekki vera bara að spyrja, hvað er þetta? Hefur þú hort á Þríhöfðan eða deltoidin á Gilsa og hugsað vá, hvað var til ég að sleikja þennan vöða núna? Nei, feskur. Eru allar þessar spurningar núna sem eftir nú er fullkomið fyrir því að ná þér í punkt. Já, bara því miður, ég verð að vera hinskil. Hefur þið farið niður á annan kallmann? Nei, herru, þetta er komið gott. Við þökkum allir kjallaði fyrir þessa spurningakeppni. Til hamingju með annarsæti snendi. Þetta er bara komið gott, sko. Því miður. Þetta fannst mér að vera ákveðin skellur. Mér fannst þess að ég var að vinna þessa keppni og leiðan allan tíma. Já, ég tók svo fram á þér þetta. Af því ég hlaupið með manni allsber og eitthvað fleira. Þetta var þvílíkur skellur. Þetta stórkostlega lag fengum við dregið til lána fyrir þjóðhátíð. Hér er upprunalega lag. Kaup er opið allan sólarhringinn í Skeifunni, Garðabæ, Eiðistorgi, Akureyri og Spönginni. Hagkaup, þar sem Íslendingum finnst skemmtilegast að versla. Þú verður að prófa nýja Boss kjúklingaborgaran. Í alvöru, þú verður. KFC, svo gott.
Langar þig í heimsreisu? Lærað surfa á Bali, fara í sjálfboðastarf í Afríku, kafa í kristaltærum sjó eða upplifa menningar undir Indlands. Hafðu þá samband við Kilroy. Við látum drauma rætast. Bestu mögulegu hljóð og myndgæði sem völ á þegar þú horfir á enska boltann í beinni. Enski barinn við Austurvöll. Að borða úti hefur aldrei hljómað eins vel. Spotify pop-up tónleikar gefa tóninn fyrir krás götumatarhátíð í Fógetagarðinum á laugardaginn. Þú getur meira með símanum. Vítos, 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 Vítos. Já, verðlaunaðu með Vítos. Vítos! Æmak, Epli, Laugavegi 182 og Smáralind. Síðustu ferðir til Mallorca 11. og 18. ágúst á aðeins 9.900 krónur með tösku og flugvallarsköttum. Af hverju ekki að skella sér í smá sól og bóka flug heim til dæmis í gegnum London eða Barcelona? Kynntu þið málið á Facebook síðu Plusferða eða plusferðir.is. 5 í fötu, það ekkert. Við erum með 6. Það Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Það rétt þér að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 og já, það komin tími á dagskrárlið sem að hefur nú verið fastur einn í smá tíma og dagskrárlið sem að Steindi Junior sér alfarið Steinþór Hróar Steinþórsson sem verðstakki í þessum þætti og er með einhver leiðindi að þá hafið samband við hann en ekki stöðina. Hann er verðstakki. Akkur þú farin að taka undir þetta? Hann er verðstakki, bætið þú við? Hvað, meina, erum við getið saman í þessu? Þetta er bara eitthvað svona sem að það stundum að tilkynna. Þetta er gamalt kaffi, það? Þetta er ekki mitt kaffi. Þú veist, visslega svona bótt. Þetta er eitthvað sem bara, Sverrir Bergmann hefur verið með í morgun. Það er skellur, maður. Þetta gladdi mig. Þetta er ekki gott og ég var með eina íbúfentöfl uppi mér þetta gerist. Það er að keyra bólgötan yfir í bakina mig, ég er náttúrulega með þussabitt. Slæmt þussabitt. Þú er ekkert með stóða? Nei, það er ekkert sem ég hitti í dag. Ég heldur sér búin að segja mér að 15. Herðu, en það er komin tími á brakandi fest Íslands slúður. Nú var ég til að fá eitthvað betta undir mig, alveg. Þetta er ekki að gera trailer fyrir þetta? Nei, það er aldrei trailer. Nei, það er aldrei verið trailer fyrir slúðrið. Hvað gerir þið ekki? Bettin er það. Já, það er betti. En það er nú verið gaman að búið til trailer fyrir slúðrið. Það er nú góðu punktur. En strákar, það er fyrsti móli. Og fyrsti mólin er engin annar en það er Seth Sharp. Seth Sharp, langt sem maður heiti honum. Já. Víriku meistari. Söngari mikill. Já, mikill meistari og en hann var stattur í Dunkin Donut röðinni núna sem ég sá þetta mynd á hann. Það er fyrsta sinn sem þú ert ekki að ljúga allavega með það. Ég veit, þú ert örugglega að fara að ljúga hvað hann gerði. Alls ekki. Ég er náttúrulega fætt að senda en ég get allavega að votta það. Ég get svara fyrir það að hann var í röðinni. Já, líka ég fíla hárgölluna, hann er aflitaður. Já, hann er að rocka Ciscoinn sko. Mjög mikill töffarinn. Hann stóð vaktina í Dunkin Donuts röðinni. Sem er satt, en nú byrjar hann var í sólarhring fyrir utan. Já, hann var í sólarhring fyrir utan og hann var svo fjórði í röðinni. Það er bara vel gert. Hann mætti eldsnemma og hann var sessan. Hann var það settarinn, hann má eiga það, hann var ekkert þess. Já, ég er mikill aðdáandi. Og svo þegar fór að líða nóttina þá fóru að læðast inn svona netti stjörnustælar í Seth Sharp. Okkur ætti að vera stjörnustælar í Seth Sharp. Það fór að flagga selbkortinu. Þetta er þvílitt innan náttúrulega. Hann var að reyna að selja smáskjúfur, svona prangu upp á liði smáskjúfum í röðinni. Var ekki bara búið til kæs með hann að vara að chilla þetta? Nei, hann var að syngja fyrir fólk og lið var ekki að kveikja á honum. Lið var bara kveikt ekki á honum og það var einnandi í röðinni sem spurði, hver ert þú? Þá var bara eins og eitthvað hafið dáið í bara andlit á honum. Þessi var helviti góður, sagði hann. Þessi var heldur góður og svo hráka framan í hann. Þessi var helviti góður, sagði hann og hrækti framan í hann. Einmitt. Hann var eðlilega og svo öskraði hann yfir hópinn, var brjálaður. Það er ekki eins og ég þurfa að hanga þetta, sagði hann. Ég er stórstjarna, bæta við. Ég kom til að skemmta ykkur þetta eins og ég get ekki keypt mér einhverja bleika donuts þetta þegar ég vil. Það bara vantaði eitthvað celebrities að röð og er þetta þakkið það sann? Nei, hann var ekki hress sko. Og sko Alan Jones var með honum að það líka og hann var í svona Jackson jakka rauðum og það var vægast þetta ekki tekið vel á mótið þeim. Jú, þetta eru toppnákur og þetta ljúa. Eins og þetta að býða ykkur röðsann eins og ykkur sökkar. Svo þetta að hanga þetta eins og ykkur sökkar sann. Ég VIP allstar, ég flýgur á Kaffi Simsa þegar ég vil sann.
Kaffi Það er bara svona Þetta er það sem ég finnst þessa kleinurringi eitthvað sagðan Þetta er það sem ég finnst þessa kleinurringi sagðan Girði niður Alan Jones Nei, herru og setur eitt dónett á félagann á félagann Stendur þarna bara á félagann með kleinur Næsta slúður Ég er ekki að Svo lappaði það í burtu Svo lappaði það í burtu Hann var ekkert að þessu Þeir voru ekkert að djóka þeir að koma Þetta er toppmaður sem var að í röðin að peppa Þeir voru bara að peppa Þeir voru ekkert að hangi í röðinni Næsti móli Það er Það er engin annar en Sölvi Tryggva og ég segi nú bara namaste Toppmaður Það er topp Ég fíl ykkur höfðu Það er ekki að koma með einhvern nýjan þátt Jú, það er hann komið nýjan þátt Nei, ég spyrum Þá ætlum ég að segja namaste fyrir því En hann hefur aldrei farið til Eyjaður Þetta er fyrsta skipti Hann var á þjóðatíð? Hann var á þjóðatíð Hann fór á þjóðatíð árið 2015 Síðustu helgi Og hann ákvað að taka þetta alla leið Hann lét gera peysu og framan á stendur séns á sleik og aftan á stóð namaste Þannig að hann var svona komin til að vera the bad boy Hann var alveg búinn að stempla sig vel inn Var ofuröfli í dallinum Og síðan namaste aftan Það stóð namaste aftan Hver eru líkur að Sölvi Tryggva myndi fara í peysu til Eyja sem stendur á séns á sleik og aftan á namaste Já Og hann sem sagt Hann er alltaf hann peppar alltaf samt þú veist, jókað, sko heldur hann sé peysu sem stendur á séns á sleik Það er þetta eina sem er stólið Namaste Það stóð séns á sleik framan á og svo aftan á stóð namaste Hvað er síðasti mólin? Nei, þessi mólin er alltaf ekki alveg búinn en hann sem sagt fór hann til Eyja og hann ætlaði svo sannarlega að upplifa Eyjar og var hann ekki og ætlaði, sem sagt, markmiðið hans var að detti í brekkuslella að taka slella í brekkunni sem var erfitt því hann var búinn að fara í einhvern slella helginni áður og var með frunsu á hvað er næsta slúður og síðasta pakki þetta er tannkrem sko ég er rekin úr slúður þetta er ekki hægt hvað Sölvi Tryggva sem einhverja frunsu í einhverja sleikkeppni þannig á eigin bara næsta slúður ég var ekki svo komin að því sem ég ætlaði að tala um hvað er með login ég fæ skammindarinn ekki það verður að keyra þetta áfram ok, nú róið okkur aðeins næsti móli það er að sjálfsögða að vita nú allir það er geiprættamorgun og þá verður náttúrulega öllu flaggað og frábært dagur í alla staði en Friðrik Dór vonandi verður svona gott veður líka já, vonandi verður svona veður en Friðrik Dór hann er allt annað en sáttur og er brjálaður út í geiprætt og nefndirnar hann er alveg tím geiprætt já, hann er tím geiprætt algjörlega en hann er alveg brjálaður því hann ætlaði að fara að vera núna á morgun ætlaði að taka og vera gay for a day en hann fær ekki að vera með því hann er í BDSM samtökunum já, menn það vita það allir það er löngu vita Friðrik Dór í BDSM já, en þetta átti að vera sko auglýsing fyrir hann var alltaf að vera með svona í göngunni sko, skurgöngunni vera með bíl sko BDSM bíl? Já, sem er sko, nei, þetta átti að vera auglýsing fyrir frönnustæðin þetta átti að vera svona stór leður fralla og þeir félagarnir hvað er þetta? Þeir félagarnir voru nei, þeir félagarnir voru þeir félagarnir hann er í BDSM-samband Íslands og var hann alltaf verið í göngunni til að peppa franskustæðin með risa leðurfröllu hvað er þetta? Nei, þeir félagarnir ætlaði að vera dansandi leðurfröllu krumpaðir í svona dagblað þetta átti að vera auglýsing fyrir staðinn þeir hlusta því með þetta og það er búið að banna þeim núna að vera í gönguna þeir er ekki að set þeir megi ekki auglýsingstæðin í göngunni því að þetta er ómikið leður og mikið vesennan í göngunni og það er náttúrulega allir voðalega hiss yfir þessu það er allir bara að æra það allir það er mjög hiss yfir þessu auglýsingi það verið frönnskust þetta átti bara að vera nú er verið að keyra auglýsingur á hann leður fröllu búning núna já sko hann er allar að vera fralla á morgun leður fralla klættur í ég ætla bara að beða að Friðrik Dór að hlusta hvort það getur mögulega næsti mynda sér á Instagram akkurat núna já, bara hendi sá líka sko, Friðrik Dór skemmta með okkur í Keflavík næsta föstudag eftir nákvæmlega viku endilega gott í þessum búning Friki ég var til að sjá þessum leður fröllu fylg markasetning já, hann fær ekki að vera með í göngunni já, ok, það er mjög skrítið en er hann samt í BDSM samtökum njálfurna? Já, það er löngu vita það er það, ég setja ljúa því nei en kannski verður hann í næsta liði algjörlega Sánastendinga hjörð Í amerískum fötum, þambatu glösum Standandi í röði Bankastræti Kvíðagæst
Þetta vera veistla, geisla Þeir búkan braf geisla Þann áður en þú veist að við neistlan Hætt að vera veistla Endilega reynd aftur í næsta lífi. Þetta töffarinn Bent með lagið í næsta lífi og hann tók þetta mitt á þjóðhátíðargiginu. Akkurat. Geggja lag. Og fyrir það sem voru ekki að hlusta þá ætla ég aftur að þakka öllum fyrir viðtökurnar í dalnum. Þetta var æðislegt. Eðlilega var allt vitlaust. Það er skemmtilega sem ég hef gert, sveimi þá. En það er eiginlega bara komið að lokum hér hjá okkur drengjum. Klukkan er að verða 6. Fyrst í svona alvöru þátturinn okkar eftir sumafrí. Já. Við náttúrulega bara á þjóðhátíð síðasta föstudag. Allir að stara á okkur inn á 9. Já, en við gætum verið með rosa tilkynningu næsta föstudag. Ég má eiginlega ekkert segja því að það er ekki alveg búið að ganga frá samningum. En alltaf gaman þeirra tilkynningar. En ef við ekki bara segja að það sé, 90% líkur á mjög stóri tilkynningu. Já, þessi tilkynning er samt og hún áða til að vera svolítið erfið þessi tilkynning stundum. Þannig við getum ekki lofað innu en það gæti verið að dettin skemmtileg viðbót. En þið verða að fylgjast með því næsta föstudag ásamt því að þá verðum við líka með fleiri nýja liði. Hárrétt. En við þökkum kella fyrir hlustun í dag og óskum bara geibræð til hamingju með helgina. Já, og sjáumst í göngunni. Já, hvetjum allir til að kikki í gönguna á morgun og bara hafa það sem allra bestur helgina. Enski boltinn byrjar á morgun líka. Og svo var líka rétt að minna á Stöð 2 Sport í kvöld er úrslita þátturinn í Manstu og það er Rikka Maður komin í úrslit í og Hjöpi. Herma Hreiðars og félaga. Það er vel gert. Tjekkja á Rikka Daða. Þannig að tjekkja á því og bara hafið það gott helgina og takk fyrir hlustunina í dag. Takk fyrir okkur. Að kaupa í matinn hefur aldrei hljómað eins vel. Spotify pop-up tónleikar gefa tóninn fyrir Krás götumatarhátíð í Fógetagarðinum á laugardaginn. Þú getur meira með símanum. Sund, siglingar, skíði, skylmingar, skautar. Það er ótrúlegt hvað þú styður marga þegar þú spilar með á laugardaginn. Lottó, leikurinn okkar. Það er götumarkaður í Smáralind. Komdu og gerðu góð kaup á síðustu dögum útsölunar og upplifðu stemninguna á göngugötunni. Smáralind, góða skemmtun. Enski barinn fyrir þá sem vilja horfa á boltan án þess að verið síðan ryksuga í kringu þá. Ég var beðin að segja ykkur frá því að grillhúsið verður opnað í Borgarnesi. Það eru auðvitað bara æðislegur matur eins og allir vita. Annað var það ekki. Alltaf, bæ. Grillhúsið Borgarnesi. Stoppaðu. Fáðu þér Flóridana turmerik. Í 1 lítra er safi úr 50 grömmum af fersku turmerik. Flóridana, lifðu vel. Skoðaðu skólavöruúrvalið á a4.is. A4, skólavörubúðin þín. Pétur Valmundar, virka daga 2-6 á FM. Pétur Valmundar, alla virka daga í samstarfi við 10-11. Hvenar dag sem 10-11, fljótlegt og þægilegt. Var frýtt far með rútu í bæinn helgar. Það er Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. It's your boy Flo Rida. Hey, what's up? This is Robin Thicke. FM. I love it. I don't like it. Svona allra nýjasta heila límið frá Flo Rida og auðvitað sjálfur Robin Thicke með í för lag sem heitir I don't like it, I love it á FM 957 á skínandi fínum föstu degi. FM 95 blöð á enda þennan daginn. Ég heiti Þórður Daniel mættur á vaktina. Það er saman til kl. 8 í kvöld og þá er það FM partí sem að ferast aðeins og öll föstudags og laugardagskvöld. Það er að hafa þetta svolítið svona sólarmúsík hérna.